Þessi þáttur í boði Bónus. Í Bónus mikið og gott úrval af vörum á frábæru verði. Starfsmenn hér í Bónus alltaf tilbúinir til að hjálpa, þannig ekki hika við að spyrja, eins og þessi frábæri starfsmæður hér. Bónus tekur COVID-19 mjög alvarlega og þetta nóga spritti fyrir alla. Ef eitthvað þetta gjöf fyrir félagann, þá mælum við með bónuskortinu. Það hentar vel að stoppa í Bónus áður en leggur á stað í ferðalagi. Ef þú ert að flýta þér og ert með fár vörur, þá mælum við eindregið með að fara á sjálfsvægslukassana sem í flestum bónusbúðum. Ég heiti Stefán Halli. Ég heiti Ingi. Við erum Ice Cold. Og þú ert að hlusta á Tveir fellar. Tveir fellar. Í boði Bónus. Bónus. Nú byrjar að rekorda. Allt byrjar að rekorda, Rúnar? Geggjað. Já, en það sem ég ætla að segja... Ég sko, þetta mörg klöpp. Já. Ekki betur að hafa svona isolated. Já, einfaldara. Já, ekki getur loka glugganum hann þá. Svona. En ekki að þú fært þess bara fram. Já, ekki máli. Óli, veitu hvað það leiðilegt að Óli var bara. Ha, hvað sagður ég? Ekkert. Það eitthvað grínast í mér. Nei. Komið í sælistrákar. Já. Velkomnir í podcastið okkar. Já, þetta Ice Cold podcastið. Þið byrjaðir aftur? Við erum byrjaðir aftur og fyrstu gestinir okkar eru Tveir fellar. Nú, og komið eitthvað nýtt nafn eða þetta reboot eða bara sama? Þetta bara Ice Cold podcastið. Af hverju heitið Tveir fellar? Heitið Tveir fellar eða heitið Tveir fellar? Það, já, veitum Tveir fellar. Hún Það alltaf Tveir fellar. Hún Sigurdögg sagði þetta vitlaust. Hún hélt að það var Tveir fellar. Það fellar. Ok. Eins og fellow, skiljur við, í einsku. Þú veist, Fellas, já. Já, ég að fókast. Ok, já. Afsaki. Ok, þetta er smá point hjá Einar. Ég næ ekki alveg kallt. Já, og já, það svara spurningunni. Erum við byrjaðir eða ætlum við bara, það ekki bara? Já. Getur við svona intro og svo getur við... Ok. Svo ekki svona... Já. Þannig að lægi okkar. Já, eitthvað. Ég held að væri annað intro. Sorry, hvað eru? Byrjað bara. Já. Afsaki. Ég að horfa þessa mynd öll, já. Ég búið með 2 kaffibólla. Og kókumjólk. Sem sett alltaf í. Já, Ingi, þú keistir þess að kókumjólk í Bónus eða ekki? Ég enda með bullandi mjólkur og þál, sko. Nei. Þannig að ég mun alveg þeirra... Það bara vesen... Opnaði klukkan aftur Hvenær ætlum við að byrja? Ok. Já. Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í þátt númer 20 hjá podcastinu Tveir fellar. Ég heiti Óli Þorbjörn Guðbrandsson og Einar Ingi Ingólfsson er með mér og þessi þáttur í boði Bónus. Í dag erum við með 2 gesti. Það er hann Stefán og Ingi úr Ice Cold. Hvað talar við svona? Af því að þetta er professional og ég er í jakkafutum. Já. Við erum svolítið kaldir. Ég er kaldir? Já, ég er endar í stuttbuxum, veit ég hvort það sjáist. Já, sérstu þessu? Já, já. En já, við erum mjög kaldir, sko. Ískaldir. Líka bara svona, þú veist, utan og innan, sko. Já, ok. Bara, já. Sko, já, gaman að segja fyrir því fyrsta stuttmyndin okkar, hún kom út fyrir 10 árum síðan. Bara í dag? Nei, svona. Í maí. Við hefum 10 ára afmæli, pælið því. Já, 10 ára afmæli. Hvað var þið að gera fyrir 10 ára Þá síðan? voru þið örugglega svona 6 ára. Þú varst að leina í, Já, bara leina í skóla. Grunnskóla. Já. Fyrir 10 árum, hún heitir Eitulöf drepa, mjög góða boðskapur í henni og hún komst inn á stuttmynd átíð. Það var fyrsta stöfin sem við gerum saman. Ég var að segja svona fyndnu pælingur með það. Já. Við ætlum að gera, sko, það bara fyrsta dót sem við gerum saman, nýbúin að kynnast og gerum stuttmynd sem heitir Eitulöf drepa og hún átti að vera gett svona alvarleg. Byssuskúlur og eitthvað svona sprengingar. Ég er búin að sjá hana, sko. Já, ég er búin að horfa á þetta. Og við vorum bara, þetta er geggja stöð, maður. Svo fórum við með þetta á stuttmyndakeppnina og þá föttum við bara meðan við sátum hana að við byggum ekki til alvarlega mynd heldur við byggum til grín stuttmynd, skilur við. Það voru allir hinn. Það voru allir að hlæja að öllu sem við vorum að gera. Við svona, Óskar Jónasson sem var dómar á þessari stuttmynd átti skari skrýp og hann var bara skellill hlæjandi, sko. Við vorum bara sátum hana eitthvað. Ok. Já. Hvernig kemur nafnið Ice Cold? Við heldum gera eitthvað kalt og tengt Íslandi. Já, bara vorum eitthvað spjalla á Facebook eitthvað, ekki að gera eitthvað sem tengist Íslandi. Heldur að það er MSN. Vitið þið hvað MSN er? Já. Það nota alltaf maður. MSN. Ertu ennþá að nota það? Já. Þá veistu ekkert hvað þetta er. MSN. Þetta er ekki bara svo SMS, en bara MSN er ekki... Ok.
Nei, MSN var Það er svona SMS, ekki Ah. MSN MSN var svona Var ekki media- Microsoft var með þetta ok. Þetta var bara 2005 til svona 2008 eða eitthvað. Þetta var bara svona samskiptaforrit sko. Já, ég hef aldrei notað það. Ég Við veit vorum bara- alltaf að spjalla saman á MSN lengi. Já, voruð þið svona Við kynntum sér þannig að ég var Hvað ætlar þú að segja? Það var spá en ég ætla að spyrja ykkur hvernig leit fólk af fólk sem notaði MSN? það voru allir að nota MSN Ok Þetta var ekki svona special nördadæmi eitthvað svo leiðis Nei, það var svona mainstream, þú veist, maður var að þetta spjalla var við stelpur á MSN og svona maður var alltaf svona að býða eftir að það komi svona online, svona bing komi stelpur Elskar online á þessi bara að MSN byrja að tala um MSN hérna. Já, Já. þú ætlaði að segja eitthvað? Já, og svo bing komi stelpur online á MSN og þá byrjaði maður að spjalla við þær og já, Þú sagði eitthvað áðan, hvað var það? já, hvernig við kynntumst Já, Ég var sér sagt með svona alltaf kvikmyndahandrið í skólanum og var að elta fólk og var eitthvað, herðu, þú ert í svona vídeónefnd, ég er með fullt af kvikmyndahandriðum, má ég ekki vera með í vídeónefndinni? Svo kemur Ingi og hann sér mig með þessi kvikmyndahandrið og hann spyr vinn sinn, hver er þetta? Svo fer hann heim til sín, adda mér á Facebook og sendir mér skilabóð, bara hæ Og það bara lengur vinn átti þetta bara Já, bara hæ Ég fekk ekki skilabóð frá honum, ég bara, hvað gæri að senda mér skilabóð? Þessi, sko, hann var alltaf, sko, besti vinur minn á þessu tíma, hann var í vídeóraðinu og hann var alltaf að elta, Stefán var alltaf að elta hann með eitthvað svona handrit sem hann búin að útprenta og búa til bara get flott og eitthvað. Þessi fondi, hérna Já, þessu fondi 100%. Já, Það er eitthvað svona- Ég sagði það var sniðað til að nota þetta fond Já, ég var ekkert að segja nei við því sko Nei, það er ekki Þannig, svona maður eða hlustið skilur og eigi ekki mikið af vinum þá bara fann á Facebook og segi hæ já. Eða MSN Það er svona 70% líkur að virki Gangi Já, svo message request náttúrulega svolítið sniðu filter sko Hvað er það mikið að granda? Nei Það er mjög gott samt að filtera út sko All the haters. og maður heyrir Ok En já, þau voru í langa tíma búið til stuttmyndir eða ekki, alveg, hvað, nokkur ár, nei, hvað Jú, svo gerum við 20 tónlistarmyndbönd á 2 árum Já, Já, sæl Þetta var svolítið svona, þú veist, fyrst stuttmyndir, svo höfðu áhuga að gera tónlistvídeó, svo tókum við fullt af, ég ætla ekki að fara kannski gegnum alla söguna svona fljótt sko, en þetta er svona nokkur tímabil sem gerðum, svo gerðum við ekki neitt, svo allt hérna byrjaði að vlogga og þá var svona komið aftur upp eitthvað svona á YouTube og eitthvað. Já, vlogginu voru rosa skemmtilega tímabil sko. Ég tek bara upp síman þegar Ingi sækja mig í skólan og ég bara hvað ég Ingi var að sækja mig, hann kallast hitt með síni sig gæi, við erum að leiðin upp í stúdíu það var fyrsta vloggið okkar Já, já, og þá er ég bara að sína svona hvernig að Ingi bjóð til neini já, Já. ég tjekkaði daginn svo Kom alveg upp í, hvað, 70k eða eitthvað lýs það er svona 30k, 20k Já, ok já. 70 Nei, við minnir að það var eitthvað allavega En þið gerðu, af hverju eiginlega er hérna Alltaf ef maður fer náttúrulega í bát þá er alveg eitthvað 4 milljónir og það er út af hann gils, eða ekki? Því maður fyrir í bát? About, hversu Já, mörg views vá. samtal Já, ég veist sko Gils, hérna, vídjóin voru, er eitthvað sér 2 milljónir eða eitthvað, Já, eitthvað svoleiðis, Mhm. 2,4 eða eitthvað. Og hitt er, já ég veit ekki svona hvað sagði hann mikið, 4? Já, það er 4,8 eitthvað svo lýs En af hverju, voru að taka upp það bara tónlistmyndu fyrir hann þá bara? Það var partur af eins þessu og við gerðum þarna, fyrir löngu síðan, þá vorum við að taka, þú veist, við eiginlega gerðum þá skiptstíla við fólk, þú veist, við vorum ekkert að rukka það mikið, en gegn því að við myndum fá á channelu okkar, það var svona pælingin, sko. Fengur þá alveg edriðinu og allt bara frá því líka, sko Já, sem var Adrianu er ekki neitt sko. Nei, ok Það er ekki á bara- Íslandi, sko. Það er bara Nei. klink Evergreen. Sko peningarnir sem að þið viljið fara í það er sponsorpeningarnir sko. Já, mikið rétt Það er sponsandi, þið það geta strákar Já, Já, og merch, það er sponsor merch á Íslandi Jú, og merch, sko, talandi um merch þá erum við að fara að droppa merchi Já. í september og við ætlum að halda pop-up event og selja merchi okkar þar Já. þetta eru svona bláar peysur með svona hvítu svona og svörtum ice cold stöðum á hliðinni og svo stendur svona ice clan og smárabí á peysun Það er svona gat hérna ofan á og svo svona 2 ermar út Já. og svo gat hérna á endanum sem til að fara úr. já, ok Nice Cool Við erum að köpa ykkur besum þar Já, það er svona takmarka magn þannig að þið verður að drífa ykkur Já, að mæta viðbyrjun já, það er bara exclusive bara selt á viðbyrjun já og svo er eitthvað eitthvað eftir frá viðbyrjunum þá er það selt svo bara á netinu Við tjöldum bara fyrir þetta viðbyrjun Já, það er viðar eða hvað er Nei, þú mæti bara frí mæting sko. þið bara mætið, það er bara að vera að sína hvað smárabíu er cool skilur Mhm. sjá hvað það er nett aðstæða kynna það
og í staðinn eru að selja peysur líka. Já, snild. Við erum með svona þeir kom, já, náttúrulega þið voru ekki báðir, ég veit að þú varst á að læra eitthvað með viðskipti. Hann? Það var Stefán. Þú fórst ekki til Harvard. Það var líka. Yes. Ég elsk, ok, þú ert greinlega búin að stólka mig og Ég vissi þetta sko. Nei. Ég setti á Facebook greinlega að Þú ég misstir fullt studied af at points. Harvard Þú ert ekki fyrir svona 15 árum síðan, eða bara þegar Facebook opnaði og svo bara nefndi ég ekki að breyta þið. Ég var bara að glíma þessu mér sko. Aldrei alveg að vera Harvard. Að hvað mennir með því samt? Nei, ekkert. Nei, en bara, varst ekki bara LA í 1 ár? Jú, ég var 1,5 ár. Jú. Það var tónlistaskóli sko. Já. Þetta atta allt upp einhvern. Já, hann var í tónlistaskóla og Já, ég er því að læra miður, sko. viðskipti í viðskiptafræði í Háskóla Íslands. Ég skal taka þetta út. Fólk heldur í sig ykkur. Mér varst mjög merkilegur, búin að fara í Harvard og þetta er bara lígi. Herru, takk fyrir hlustununa. Nei, en þú ert að læra viðskipti. Já, ég er að læra viðskipti. Ég er viðskiptafræðingur, verðandi. Ég er líka fjölmiðlatæknir. Ég læri fjölmiðlatækni í Flensborgarskólanum. Þannig að þá lærði ég að búa til útvarpsþætti, sjónvarpsþætti, skrifa blaðagreinar og fleira. Og þannig að ég er fjölmiðlatæknir og verðandi viðskiptafræðingur. Ég útskrifast í október núna. Nice. Og ætlar að vinna eitthvað við þetta? Það bara kemur allt í ljós. Bara sjá bara hvað kemur til mín og hvað gerist. Spennandi. Þetta er bara ár. Lóksist að klára þetta? Já, ég er loksins að klára ritgerðina. Ég er búin að vera ára að skrifa eina helvitist ritgerð. En þú veist, góður hluti gerast hægt. Já. Óli er að fara á viðskiptafræði. Já, braut, FSU, það er nú ekki alveg sama á háskóli. Nei, Nei, ég meina háskólamenntun er alltaf góð sko, og það besta við háskólan er að þú kynnir svo mikið ótrúlega skemmtir og fjölbreyttu fólki þar. Já. Ég er ekki það sammála sko. Eða svona, þú veist, jú, maður er alveg að mennta sig, skilur í því sem maður á að gera. Já. Maður make a sense fyrir ákveðna greinar, á þess að maður fara á djúpt í eitthvað svona. En þú þarft ekki að fara í háskóla fyrir allt sko. Nei, við vorum að reka Við hefum alveg tekið hýta umræður þetta sko. Við vorum að reka fyrirtæki saman og ég var alltaf svona fjármálagæin og var alltaf í business svona hliðinni, svona fjármála megin sko, og ég er alltaf búin að læra viðskiptafræði sko. Og svo seldi ég honum fyrirtæki og núna er hann að sjá allt bara. Já, sést kallt. Ég hef aldrei farið í háskóla. Nei, þú er aldrei fyrir. Og þú spáir að fara á hausinn eftir hvað? Nei. 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 Ég er búin að halda þessu gangandi 1,5 ár. Já, það er eitthvað svolítið skrítið að vera einn eftir að búin að vera 2 sko. Já, hvað er þetta fyrirtæki kallt? Kallt, herri, ég er með húðflúri hérna á mig. Já. Kallt, það er svolítið skemmtilegt. Ekki ég. Er þetta ekki frá Yes Channel? Jú, nákvæmlega, þú ert búin að gera heimann en ég kannar með það. Annað en sumir. Ég fór bara sko undercover í svona þannig. Einar gerir bara svona, nei, ég er að tökka Já, 1-2 heilum Nei, ég er að fýblast. Nei, ég Hringdur í mömmu okkar og eitthvað svona. Ég veit Það reynda hefði geggjað. Veit símnúmrið með minni? Já, ég veit hvað hann gerir og svona. Hljómaði ekkert það vel sko. Nei, Og við erum bara skildir í 9. lið sko. Þú líka. já, Óli er Þannig við erum ekki skyldir. Þetta er bara creepy hvað þú Herði, komir langt sko. mér langar bara að checka skilur við. Ég bara Það eru 13 gluggar einmitt á húsinu þínu, ekki? Nei, ég veit ekki þessu. Ég veit ekki hvað er búið. En já, af hverju svona ákvæmst að fara í viðskiptafræði eftir að vera í í svona fjölmiðlun? Það er mjög góð spurning sko. Ég bara valdi eitthvað sem að hljómaði svona basic, bara viðskiptafræði, það hljóma bara mjög svona basic. Það sem þú hefði getað sagt var að viðskiptafræði tengist öllu sem að gera eitthvað hátt og góð grunnur fyrir allt sko. Já, það er mjög gott svar líka. Veit hann bara meir þetta? Nei, bara Já, viðskiptafræðin er mjög skemmtileg sko, og ég mér datt í huga að hún væri svona fjölbreytt og skemmtileg og ég hafði alltaf svo mikið áhuga á auglýsingum og ég held að markaðsfræði væri alltaf bara svona auglýsingar og eitthvað, en markaðsfræði er meira svona rannsóknir og lestur og skýrslum og svona meira dýpra sko, þegar ég held að markaðsfræði væri alltaf svona eitthvað auglýsingar og svoleiðis, ég hef alltaf mikið áhuga á auglýsingar gerð sko, og þess vegna fór ég svolítið eiginlega í viðskiptafræði held ég. Já. En hvernig já, það var náttúrulega stuttmyndir sem fórum á YouTube á iSchool. Það verður búin að tala um allt hérna. Já, þetta bara Það er ekki bara gott eða? Það er bara skemmtilegt. Það er ekki bara fínt. Já. Já, það byrjaði náttúrulega þá sko, eins og tala um. Þú veist,
það byrjaði áhugin okkar, svo stofnuðu sko kalt fyrirtæki út frá því að við vorum að gera fullt af vídjum og eitt félag okkar sem að þekktum fyrir löngu síðan, hann bara herri, mér vantar vídjó hérna fyrir hérna hótel sem við erum að gera sem á eitthvað veitingastað, við bara, já, hvernig gert það út frá því einhvern veginn myndaðist bara, fengum borgað fyrir að taka vídjó og svo bara gerum við fleiri vídjó og þá allt í einu bara ok, við þurfum að keyrum bara að gera þetta og það var svona svolítið plani alltaf sko. Svo þegar veltan fara að vera meiri þá voru við bara svona, herðu, þetta virkar maður getur fengið pening fyrir þetta En byrju, á þessum tíma þá voru þið gera með kalt YouTube channel eða ekki Hæskóld, jú og svo varst þú líka með tónlistina eina eða ekki og var þetta ekki alltaf svona mikið að gera þá? Já, það var svolítið mikið að gera sko en þetta var skemmtilegu tími maður er búin að læra einhvern veginn svona að gera ekki mikið og svona passa sig að vera með svona mátulega mikið í gangi Já, það er búin að tala um það að vera svona hvað sem að YouTuber eða vinna við að búti myndbönd að vinna fyrir sjálfan sig, það getur verið alltaf svona flókið upp á það, þú veist margir fara að vinna úr mikið, skilur stopp ekki, það er ekki til að segja nú fannst þetta að fara heim, skilur Já, brenn út Við vorum alltaf á skrifstofunni bara til 9, 10, 11 á kvöldin sko. Ég er enda þannig ennþá sko ég veit ekki, sko, ég er með stúdíó núna bara einn þannig það er bara, þú veist, ég mæti þangað bara snemma á daginn kannski 9, 10 eða eitthvað svo nenni ég ekkert að fara heim ég veit ekki okkur eitt að fara heim Ég kem oft í heimsókn Þannig að þú veist, en við höfum oft rætt um þetta, þú veist, að brenna út og ekki brenna út, þú veist, við vorum alltaf í vinnunni og sko það sem ég hugsa út frá þessu er að á einhverjum aldri eins og við að það er miklu erfiðari fyrir okkur að brenna út þannig séð, heldur en kannski aðeins eldra fólk sem er, þú veist, líka með börn heima á sér, þarf að sjá um heimilið, þarf að sækja krakkan og okkur að meina við gátum bara verið, þú veist, við hefum getað að fara til Asíu á morgun og það hefur ekkert breytt neinu, skilur þannig að það er rosa þægilegt, sko En er ekki dýrt að með svona stúdíó eða? Þú veist, það er ekki að leigja út og eitthvað svona bara leigan á húsnæðinu, sko Já En þú veist, þú náttúrulega þarft að vinna þá upp í það að geta borgað upp sko sem er bara snild sko Já Sko Ingi er eitt duglegastu og metnaðarfyllstu gæði sem ég þekki sko Já það? Já, við vorum að vinna eitt skemmtilegt verkefni saman bara núna nýlega og hann bara stoppaði ekki fyrir en það var búið sko hann bara tók sér ekki í pásu sko hann er svona algjör svona visionary og sér hlutina gett fyrir sér og þetta verkefni heitir sér Penny Grande Já, og er sér sagt það verkefni það kom út og Ingi hringir í mig og segir bara, við viljum að fara hans upp í stúdíó og ég er svona, ok, svo sýnir mér lag og er bara, við viljum að taka upp tónlistavídeó og ég er bara, ok, geggja, svo plönuðu tónlistavídeóið og við bara, ok, tökum þetta upp á miðvikudegi og bara á miðvikudeginum tökum við allt tónlistavídeóið upp svo er Ingi bara upp í stúdíó og bara til miðnættis bara klippa þetta endalaust og bara hættir ekki fyrir þetta tilbúið sko hann er rosa metnaðarfullur drengur Já, taldu meira mig ég Nei, sko, þetta kannski lýsir okkur samt alveg vel sko, að þú veist að ég allavega er mjög hvatvís Og hvað, er hann það bara letingi eða? og ég þarf að rífa hann Nei, bara svona, við fáum oft bara, höfum alltaf gert þetta, bara fáum hugmynd basically og hugsaum bara, já, þetta er gaman að gera þetta gerum þetta, svo bara kannski kortir setna erum við farin að gera það og svo klárum við verkefnið og svo bara gefið út eða saman hvað það er, skilur þannig að svona það sem að hjálpaði okkur fyrir náttúrulega tilbaka þegar við byrjum að bara svona fyrir fólk sem er kannski í sama svipuðum pælingum eða langar að gera eitthvað en veit ekki hvort það eigi að gera ekki sko er að við þarna á þessu tíma það var enginn á YouTube á Íslandi þannig að við vorum bara svona 2 strákar sem langaði að gera eitthvað saman og varst að slökka mér þannig að þú veist, okkur langaði að gera eitthvað saman mér langaði að gera myndbönd, hann langaði að gera myndbönd og við ákvæmum að keyra bara á þetta fyrstu dótið okkar var bara ekkert það gott en þú veist, þannig sé skilurðu og við vorum svona gæjarnir sem að þú veist, löpuðum í Flensborg og vorum nýbúin að gefa þetta myndband eitthvað og einhver svona kallar eitthvað svona ice cold eitthvað, svona í grínröddu skilurðu bara eitthvað svona, flott hérna eitthvað bla 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 eða eitthvað Já, svona gera grína okkur fyrir að gera vídeo Já. Og þú veist, við vorum það líka hvatvísir bara, við bara gerðum eitthvað og við bara gáum það út sem að hjálpa okkur þannig í því að gera eitthvað þú veist, ef við aldrei tekið fyrstu stökkin þá værum við ekkert endilega komin jafn langt skilur eða búin að gera mikið að fara
þá væri ekkert endilega að selja peysur í Smárabíu í dag sko. Nei En það bottom line er bara, þú veist, við hefum alltaf verið bara svona, alltaf ég, bara svona fæ ykkur hugmynd, keirum bara á hana, skiptir engum máli hvað við erum með finnst, sko. okay. Stundum er að gegja, stundum er ekki gott, það er bara að lifa maður með því, sko. Eins og hérna þetta Brynjar sem var í vlogginu ykkar sem sagði elti drauminn. Brynjar? Davíð Var Davíð Oddgeir. lífstíls Davíð Oddgeir. ok, það var ekki mjög nálætti en En það áttur að skýta þau. herðu, ég gerði heimavinnuna horfði á hérna vloggið hann með þessum, hvað heitir hann, smiðurinn hann svo alltaf ber ofan já Kalli En það er, þetta er svona, Davíð Oddgeir, sem við tala hann er líka svona gæði, bara fór gjörsanlega út fyrir normið og þú veist, það meikaði mest sens þegar við vorum að klára menntaskóla að fara bara í háskóla eða að fara að vinna eða eitthvað við tókum bara alveg hin áttina gerum bara eitthvað allt annað og þú veist, stundu skilaði sér að vera til að vinna fyrir því og grænda mikið, sko og við gerum það, sko en skemmtilegt og líka leiðilegt að segja frá því en hérna, þetta hafði rosa mikil áhrif á vináttur okkar. Já, góð punktur. Það er rosa góð punktur að við vorum ógeðslega góðir vinir og svo allt hérna voru konur í business og það voru konur peningar í spilið og svona og það var svona spenna sem var byrjað að skapast á milli okkar, svona spenna og Ingi kemur til mín og hann segir bara við mig bara, herðu við getum ekki rekið fyrirtæki saman og verið vinir, þannig að ég var að kjósa vináttuna okkar fram með það að reka fyrirtæki saman. Það hefði basically endað því á tímabili að því að við vorum allan daginn saman alltaf og þú veist, rosa mikið í gangi og þú veist, stóra ákvarðanir og eitthvað leis veit alveg að ég á til að þú veist, svona steppa yfir Stefán stundum, sko en við tölum það sérna en svona, þetta var basically komið á þann punkt að ef við hefðum ekki hætt að vinna saman þarna þá hefði bara væntanlega haldið áfram að vinna saman í kannski svona 3 mánuði og þá hefði við bara aldrei talað saman aftur, sko Hlutinu voru svolítið slæmir en ég vona það var ekkert út af einhverju einni ástæð, þetta var bara svona við vorum bara gjörsanlega komið að ógeða okkur öðrum þannig sé, sko og þú veist, það er erfitt að taka leiðilegar ákvarðanir með besta vini sínum og þannig að ekki fara í business með vinum ykkar, krakkar. Eru þið góðir vinir? Við erum búin að vera bestu 3 ára sem vorum 3 ára en gerið fullt saman, skilur en ég held svona eftir að hyggja þá sé ég samt ekki eftir að gert það. Nei, þetta var reynslulíkt, sko Ég skil alveg hvert þetta að fara, ég var einu að tölum oft að nú verð ég að fá viku pásu frá þér Ég þarf stundum bara viku pásu frá þér, sko. Herðu það er samt erðar ef þið kannski væri að vinna saman þyrftu að mæti vinnuna saman og taka ákvarðanir. Við erum að vinna saman í Bónus. Við erum að vinna saman í Bónus og þátturinn er sponsorar af Bónus. Ég held að Bónus er komið á TikTok. Ég bara þurft að koma saman en hérna eitt vinsælasta TikTok-vídeó af mér það er þegar ég er að klæða mig í búning sem er svona krónubúningur og ég og Ingi er eitthvað sjáum hérna hver er krónukallinn Stefán Atli krónukallinn við erum búin að vera vinir í 7 og þú veist ekki bara að segja mér þetta krónukallinn svona ég leika heilt TikTok eftir en TikTok er basically svona Er það á TikTok sem fellar þér eða? Nei, ég get ekki TikTok, sko. Þú verður, sko það er fyndin vídeóðar en sum bara, þú veist systir mín er bara búin að gefa mig ógeð, sko. Já, en það er samt það sem ég er að tala um áðan er að þú veist, myndur ekki fara inn á TikTok og gera eitthvað TikTok að þú trættu við að fólk dæmið fyrir hvað myndi gera? Nei, ekki það, bara, þú veist, mér finnst bara svo eitthvað skrítið við TikTok eða þú veist, ekki, við erum alveg saman hvort að fólk sé á TikTok eða eitthvað, að máli vera TikTok en bara, þú veist, bara eitthvað sem ég myndi ekki nenna líka bara eða kannski gera eitthvað svona sketsa eða eitthvað, það væri gaman ekki eitthvað að dansa, sko. Þið gæti líka að vera geggjað fyrir eitthvað post alltaf svona geggjað skemmtilegri klipp úr þessu podcasti eins og þessari klippu Nei, bara úr öllum podcastunum og bara, þú veist, hérna Sölvi var í viðtali hjá okkur, tjekka á því hérna Sölvi byrjar að gera það Já, hann gerir það, sko Já, við getum kannski opnað TikTok fyrir það en við postum bara Instagram eins og staðinu núna, sko. Ice Cold eru frábæri drengir og hafa gert mikið af myndböndum og endilega horfa og hlusta á nýjasta podcasti með þeim Alltaf setja þetta í tísarinn, vilt hafa þetta í tísarinn? Nei, þið meira Við veljum eitthvað skemmtilegt í tísarinn eitthvað svona það sem er mjög fyndið Við erum búin að rekorda allir tíma, sko áður en við byrjum með rekorda Þeir eru fullt að dörta á okkur Nei, en svo talar um TikTok þú veist,
mér alveg sama hvað fólk gerir, það má gera alveg allt sem að, ekki allt sem að vill en það má, með það sé ekki með að fólk skilur þú veist, fólk má gera TikTok, allt í lagi mér bara, ég skil ekki alveg ég hef engan áhuga að horfa okkur dansa skilur ég bara ekki alveg fyrir það sko það sem ég skil ekki, þess vegna ég ekki mikið fyrir TikTok, það eiginlega þú náttúrulega sko, á þess að fara á detail í þetta að þú veist, mitt TikTok ekki bara eitthvað að fólk að dansa sko nei, ég að segja það er fullt for að you finnum page þú veist, fer eftir því hver þú ert þannig að þú veist, ef þú fílar dansa þá færðu bara dansa það er að segja, það er fullt að finnum vídeó sko, en TikTok nokkur finnist vídeó sem ég séð hafa verið frá TikTok sko það er bara ógætlega fyndið en var þetta ekki marketað í byrjun sem svona dansdæmi? Það var náttúrulega Musical.ly eða ekki? Já sem var bara þannig sko Gunnar vinnur okkar að verified Musical.ly Já, sæl hann er líka verified á TikTok Já, er það ekki bara saman? það er mjög hart sko og Ingi er verified á Instagram Já, það það er ekki TikTok samt það er skemmtilega, já þið sáðu það í vlogginu nei Við sáum bara þegar við vorum á Instagram já, Instagram. Það er nefnilega skemmtileg saga nefnilega að segja frá því sko þegar við fórum saman hérna við félagarnir þetta var blíkt við félagarnir fórum saman komið. til Kaupmannhafnar það er rosa skemmtileg saga og við fórum sér í höfuðstæðar Sony Music þegar Ingi var að skrifa undir samning hjá Sony og við vlogguðum það er eitt skemmtilegast að vloggja okkar sko þegar við erum í Danmörku Byrja það á YouTube? það er YouTube þannig að endilega kynna ykkur það og Já, þetta er bara alltaf eitthvað að blanda saman ég sá það potið sko þú hefur kannski séð en mér finnst það bara svo skemmtilegt að fara í svona alþjóðlegar höfuðstæðar og íslenski fáninn var þarna og fengum köku og hittum tónlistafólk og hittum eitthvað stjóra og það var ógeðslega gaman sko Já, hljóma við ég elska hvað fórstfræðir að verifætt yfir í þetta Já, ég ætla að segja það ég líka sko já en út af Sony það var Ingi verified sko já það var eitthvað tengi ekki, nú vantar svona að tengja Það var sko, til að vera verified þú þarft að vera þekktur Sony listamæður Þannig veist, maður er með nokkra fréttir hann og svoleiðis skilur og maður getur þetta er alveg process Ég fengur sko ekki verification Við erum konum með 2 fréttir sko við sagtum og við fengum ekki Við requestiðum við deniði okkur you don't meet the required eitthvað bla bla Ingi þurfti að gera neitt, Sony sjá bara þetta basically sko það er frábært Já, hvað kallar maður, þú veist, producer eða DJ eða það svo gerir svona bara alls konar nei, ég vil meira kalla mig producer sko það er bara artist sko Já, það var búið til nokkur lög eins og Uttilhópa og Nei, það ekki Jú, og Dick, svo hvað fyrir sér bussa og Penny Grande Já, Penny Grande það var geggjað lag með þar Er það komið á Spotify? Það kom á YouTube nei, það kom bara á YouTube það er ekki Inga Bauer lag sko það er bara, við gerum bara Ice Cold sko Ætlið það að opna Ice Cold á Spotify? Það væri snillt ekki sko ég vil fá Penny Grande á Spotify það eru háa rattir sem vilja það sko það er allir brjála það eru fólk í kommentunum bara sem vil fá Penny Grande á Spotify sko Já, farið bara í Sony Music og segja bara við Ice Cold núna verification líka, takk þannig, það rættast það Já, en ég fekk spurningur vinnu mínum fyrir þig sjást mikill fan að þér sko heiti Gunnar Beats bara svona plugga aðeins Já, inn á SoundCloud ég var að senda mér eitthvað tíma eitthvað geta alveg sko, ég veit það ekki það kannast eitthvað í nafni, ég veit ekki hann spurði ef þú hefur einhver ráð fyrir svona up and coming producer hver væri þau? Sko það sem að ég myndi það sem að virka allar fyrir mig og fyrir flesta er að fyrsta eina til 2 árin sem þú gerir þetta þá ertu trash, þá ertu ömurlegur þannig að þú veist það er svo margir sem að taka eins og Stefán til dæmis hann tók, þú veist, tímabila sem að byrja að prodúsera svo bara hætti hann í staðinn fyrir að halda áfram af því að þú veist, þú ert ekkert alltaf þú byrjar ekkert á því að prodúsera verið geggjaður þannig að mitt fyrir ekki hvað til leðilegt þetta er svo einar ég gespa á það er ógeðslega cozy í prodúsera það er cover ég kendi Inga á AFL Studio ég veit, þú sagði það ég vissi það já, þú vissi það ég var fættist með þessa kunnáttu það er svo góður já, en þú veist, þá var hann líka bara 100% betur nýja og ég var eitthvað svo var ég bara obsessed að þessu og bara öll kvöld endalaust og það tók mig kannski 2-3 ár bara að verða bara góður hann er bara ekki að hætta ekki að hætta, því að þú verður pirraður fyrsta ári sko. Varst ég líka í Logic? Já, ég er núna í Logic, já, ég færði niður sko. Við gerum slag saman sem heitir Skid og það er frábært lag við erum með double sidechain í fyrir þá sem að vita hvað hérna sidechain er það Nixo
Það var fyrir Nixo. Já, fyrir Nixo. Fyrir Herra, Max. við erum búin að gera svo mikið saman, ég glemdi að við erum með Nixo saman. Nixo var rosa skemmtilegt tónlistaverkefni sem náði hæst á hæðum þegar ég var að fá minningar á Facebook þetta, en sjónvarpsstöðin TX4 í Brasilíu birti músikvídeóið okkar Dancing Alone. Já, Það er fólki fyrir sko. Já, og það er alveg sterkur fylgjendahópur Nixo í Brasilíu sko. Er bara pantingar og gig eða? Já, sko, það var gæi sem heitir Thiago Spankox sem var alltaf að senda mig skilabóð á Facebook og hann var alltaf eitthvað, yes, you have to come to Brazil, you can stay with me and I can make a gig for you. Það fóruð ekki maður, ekki ekki? Það hefði ekki að Það fara er bara bullandi mínus. Farið bara núna. Gaman að fara. til Brasilíu með peysunar, selja Herri, þú talandi peysur, en við erum að fara að droppa peysum. Ég ætla að minnast á þetta svona 10 sem við erum búin. Allæg, bara plugast mikið og geti. Já. Það er alltaf ef við myndum einhvern tímann í framtíðinni erum við merge, þá er alltaf vesen að við erum bara með jakka sko. Það var bara jakki og svo svona innbúnd Já, við selja jakka á 50 skall, Nefn, okkur gerir það ekki svo rándýr jakkar, Það var í geggja sko. jakkaföt bara. Þetta er viðtalið þinn. Já, ég veit það. Nei, ég bara Nei, ég fíla mörd sko. Það er nefnilega sko, það er ekkert það margir að pæla í mörd í dag nema Nei, bara þú veist svona tónlistafólk sko. Ég sá geggja mörg sem hérna klöpt upp á Flóna. Nei, klöpt upp á Byrni. Birni, já. Það var Birni svona vs. Clubbed Up. Byrnir versus klöpt upp, þetta var svona eins og hérna Indiana Jones letur eða eitthvað. Það er svona Þetta er líka bara góð leið eins og núna fyrir, þú veist, að því að núna er engin gig sko, þú veist, eins og að cancela einhverjum 10 giggum að mér eða eitthvað. Já. Þá er bara fullt af penningu farin, þannig að þú veist, Clubbed Up og þessi gæðir eru búin að gera góð hluti í að vera bara, þú veist, einhvern veginn þarf að fá peninga eða eitthvað. Þannig að þá fer fólk í merch eða gera eitthvað annað. Já, ég kaup bara merch utan, bara ég á M&M eða eitthvað. Svo Herri, ég kefti merch frá Addison Rae daginn. Hvað er það? Það er stærsti TikToker í heiminum. Já. Ok, cool. Ég veit ekki af hverju, það er bara, ég sá okkur að peysu hann eitthvað, alveg fyndi að ég bara eina peysu sem stendur svona Addison Rae á. Kefti það bara. Það kostaði líka eitthvað 7 skall eitthvað. Já. Svo ert þú að fara að kaupa Með Household heimsendingu, merch. Ég kaupi það sko. Já, geggja. Já. Og hundi kemstu bara á viðbyrjun. Þeir eru bara að taka frá fyrir mig innan fyrir. Já, kemur á viðbyrjun. Og ég skal henda mér á viðbyrjun og koma. Sko, fyrsta skrifið er að þið ætti að kaupa merch fyrir ykkur alla þrjá. Já. Og þannig að vera í því, skilurðu. Alltaf bara. Nei, ekkert alltaf. Bara En þú veist, Stefán er oft í því, sko. Já. En bara svona, segjum að, þú veist, nú ég er í Birgirhókur merch núna. Já. Þú veist, hann var bara eitthvað, bjóð til nokkar peysur og bara gaf vinnu sínum. Og svo bara, þú veist, er það bara svona undir meðnöndið fólki og svo byrjar að selja kannski eftir svona mánuð eða eitthvað. Já, Þannig að þú veist, Já, ég sá í vlogginu, þau voru alltaf í peysunum. Þannig Já, að og alltaf að tísa áður peysurnar, settur út sko. og svo bara svona, þeir eru konum út. það var alltaf bara fullt af fólki sem kefti það, sko. Já, snild. Mér langar bara að vita svona, við getum alveg kötta út. Mér finnst það bara mjög interesting. Hvað er það, keftu margir peysur? 40 Eitthvað. eitthvað. Nice. Mjög fínt, sko. Já. Já, hættu beysunar. Já. Já. Er þetta hættupeysurna sem... Nei, þetta er bara, Já, þetta er svona peysur. Ég er vennilega peysur. Við vorum með hættupeysu fyrir ára síðan. Ég er meira fyrir hættupeysur sko. Það er ekki ekki. Já. Líka, það var meira svona, þú veist, það var með klakar framan og það var meira svona nett Það merch. var mjög nett sko. Þetta merch sem meira svona, við erum að búa til smá svona, þú veist, þetta Clan. heitir Ice Clan. Já, ég skil. Ég hugsa þetta merch alltaf fyrir kannski svona aðeins yngra, þú veist ekkert eitthvað, þetta er ekkert eitthvað svona merch sem, þetta er ekkert svona cool merch, skilur. Er þetta peysuna sem Minecraft letri? Já. Það sem er að selja núna? Ó, ég held að það var fyrir löng. Nei, við ætlum að gera Nei. löngu, Við ætlum að gera í mars. frestaðist viðbjörn út af COVID. Nú. sko. Út af COVID, sko. Já. Ég er að til í Og kannski hana, einhver hún öðru fór sem við förum ekkert Já. út í hérna, sko. Við erum svo einar, við erum svo heimsk. Við hefðum átt sko, Á, það hefur svo nett að tala um þetta og svo bara myndum við byrja að unbuttina hérna og bara vera í peysunni. Það hefur verið nett sko. Já, það er ekki ekki. Við hefum þetta komið bóli fyrir ykkur með. Já. Já, Ingi. Komum aftur okkar, alveg. Komið bóli næst. Við elskum frí stöf sko. Það er hann fanta aftan á bólunum, sko. Já. Já, ok. En ég ætla að, ég skiptir ekki máli. En hérna, ertu með eitthvað? Skemmtilegt. Skemmtilegt. Já. Já, bara fullt. Ef þú færið í fæla að spyrja? Já, það ekki bara. Veitu okkur spurningar frá hlustendum? Hvað er það að sjá? Spurningar frá hlustendum í Yes. Tveir fellar hlaðvarpinu. Já. Það er skemmtilegasta strímið sem þið hefði gert. Já. Þeir eru alltaf að stríma á fullu. Alveg, ekki Ekki búin að vera mikið Með núna. Pétur Jóhanni. Já, Pétur Jóni. Hann tók köttinn og var bara ógeðslega skemmtilegur og hann var bara, hvernig lappa mér í Fortnite? Hvað er Fortnite? Spilaði eiginlega?" Fortnite, alveg Hann mjög. spilaði Fortnite, sko. Drapa hann eitthvað? Hann var svo fyndið að þegar ég sagði við hann bara, Pétur,
þú ert að stríma, nummer 1 spila töluleikin, nummer 2 lesa kommentin, nummer 3 svara kommentunum, þá elskar fólki þig. Og gerðum það? Já. Það var ég alltaf með hún. Já, hann er náttúrulega legend sko. Það er besta strímið. Já. Og svo næst spurning, á hverju YouTube? Ég las svöru þess aðan, bara svona. Þegar hinni miðlan eru trash. Já, það var engin annar miðill þannig séð sko þegar við byrjum. Og það er eiginlega svona, YouTube er svolítið svona týndur miðill á Íslandi sko. Þú veist, það eru allir á YouTube, allir, sem að horfa á YouTube sko. En það er ekkert margir að gera í YouTube. Það er engin á Íslandi að sinna því sko. Nei. Þannig að þegar við byrjum, þá var bara svona, það er engin annar að tala íslensku á YouTube, við getum alveg eins horta þess að gæða, þú veist, þannig séð sko. En ef maður spáir í að YouTube, það er svo eitthvað ógeðslega stórt, það er basically bara monopoly skilju, það er svona vídeomyndbönd, þú veist, eins og núna er Joe Rogan, þú veit hvað það er ekki, hann búinn að skrifa undir deal með Spotify og hans vídeo er að fara eingöngu á Spotify, þetta er deal fyrir marga milljónir, við minnum að það var $1 million $100 million 100, ok, sæt, Já, einmitt, sem hann fær, Joe Rogan. hann fær Joe Rogan, Já, einmitt. þannig þá er loksins samkeppni á milli svona vídeomiðla skilju. Góða punktur, já það verður Það pældi því samt líka bara eins og fyrir hann, Spotify er að búa til vídeo inn í appinu bara fyrir hann. Já, ég segi það. Það var vonandi að vera samkeppni milli YouTube og Spotify. Það verður 100%. Og YouTube muni trýta þá creators betur skilju. YouTube þarf að trýta creators betur sko. Já. Það er bara staðreynd sko. Við höfum ekki fengið neitt einasta viðurkenningu frá YouTube. Ekki neitt svona recognition. Okkur ættu við að fá viðurkenningu? Nei, ég meina bara þú veist svona 10.000 klack svona. Já. Við þurfum að rúla okkur upp í 100 til að fá eitthvað sko. Nei, þú veist, mér finnst að YouTube ætti að rekka eins og okkur eitthvað sko. Já, það ætti að minnka fyrir Ísland. Að fyrir Ísland sko. Já, af því að við erum, þú veist, búin að vera að gera íslensk content í YouTube í, þú veist, vloggin okkur byrjuði 2017 sko. Og þú veist, við erum búin að halda upp í íslensku YouTube sinni og YouTube er ekki að nýtt það. Þú veist, YouTube var að fara hann á hausinn En það er eitthvað höfustöður á Íslandi? Nei. En fyrir Google bara sjálf? Já, held að sé eitthvað svo leið sko. Þeir ættu að opna bara á Íslandi, það verður mjög sniðut. Það er geggjað. En eins og fyrir, þú veist, djúvill geist bara mikið maður. En eins og fyrir eins og við erum oft verið að tala þú veist, að við erum að leita sponsum. Við erum að leita sponsum alltaf og svona, af hverju ætti ég að vilja fyrirtækin að vilja sponsa okkur með færri views heldur en einhverja gæja á Facebook sem eru með kannski 4-5 sinnum fleiri views heldur en við. En það sem fólk gleymir oft er að það er svo auðvelt að fá views á Facebook, það er bara að scrolla í 1 sekundu þegar vídeo playast og þá er komið views. Fólk lækar ekki eins mikið og þú ert ekki búið til fanbase heldur eins og á YouTube hjá okkur, þá erum við að búa til svona hardcore fans sem að eru virkilega íta vídeo til að horfa þú veist, eins og við getum séð þú veist, views versus svona engagement já, byrtingar segjum að skrolla niður bara síðuna og sérð vídeo okkar og ég vil ekki segja prósent á klikk á byrtingar já, ég er að segja bara svona eins og hvað var engagementi hjá okkur engagementi hjá okkur var bara svona 200.000 já, 200.000 nema viewsing voru kannski bara 30.000 eða eitthvað þannig að 200.000 engagement er svipa eins og 200.000 views á Facebook þannig að bara til að klára þessu spurningu að bara þú veist, YouTube er svona gleymdu miðl að þú þarft virkilega að vinna fyrir því að vera á YouTube sko. Sem gera hann miklu, þú veist betri fyrir alls konar svona. Viltu ekki skrúa mikrofónuna þess á, þá getur þú já, það er alltaf góður svo þetta þægilega fyrir það er alltaf góður, ég er góður þú veist, hvernig varst það svo eiginlega? Ég hef búin að sofa alltaf mikið í dag sko. Svo er það mikið ég hef búin að sofa mikið sko. Ég sagði þér að átti ekki komið kaffe á hana ég er góður það er kaffi niður sko. já, fáum okkur kaffi ég get ekki okkur pásu sko. nei, höldum áfram með þetta Akkur, ég er til pásu Pás, höldum áfram með þetta okay. Kaffipásu Herra, við sögum sér áðan en hvernig og hvenær byrjuðu þeir að gera myndbönd það var bara út af að hittu skólan ef þú segi einni setningu 2010, Eituliftur Ebba Við ekki byrjum að gera við myndbönd út af því að ég sá hann með handrit senda hann message á Facebook og spurði viltu gera vídeo saman og hann sagði já og við gerum vídeo saman og hérna erum við í dag dag erum við hjá okkur 2 fellum en Stefán, þú varst þú þá svona hvað sem svona kvikmyndanörd eða kvikmynda áhuga jú, ég byrjaði 10 ára með kameru að taka upp og gera myndbönd hvernig er kameru? Vaffa-S kameru sem er frá 1989 Sælir tók Vaffa-S Vaffa-S, bara cool já. Ég byrjaði það ég byrjaði líka svipa sko. Við vorum svona sikkur megin að gera nákvæmlega saman bara svo. Og svona
einhvern veginn svona. Heimurinn kom eitthvað til saman. Nei, þetta var svona Ég held að þetta sé frá Stefáni. Nei, ekki segja það. Þetta er köttið út, sko. Nei, við hefum þetta. Af hverju eru þið svona sætir, hann vill bara segja það bara... Vá, takk fyrir þessa spurningu, Stefán. Segja okkur, af hverju? Við notum svo mikið brúnkukrem. Herru, talaðu það, við getum talað bara um það. Já. Ok, mýta, strákar eigi ekki að nota brúnkukrem eða eitthvað svoleiðis, það er bara fyrir stelpur. Þannig séð. Strákar Við eigum sko, við notum báðir á tíðanbili svona brúnkukrem sem var líka krem bara fyrir andliti. Það bjargaði okkur bara endalaust. Við lúkkuðum bara 100 sinni betur. Svona fresh, maður lukkar svona fresh. Ég held að sástali einu, var það þegar ég var vloggaði það? Já, einu, já. Það sástali einu að þú varst alveg með vel mikið brúnkukrem. Já, við hefum alveg dundrað þessu á okkur sko. Af hverju? Bara, sko, þetta er svona krem, svo ferð inn í húðina, svo átt að þrýfið af. En ég er greinlega bara verið, þú veist, er það með þetta á mér eða eitthvað og svo verður basically tanar eftir þetta. Nei, af hverju myndu þið setja þetta á okkur? Hvað bara til að lúka mér að fresh. Þú lukkar svona brúnn og sætur, skilur. What? Ég hef aldrei spáð. Og þetta svara spurninginu, af hverju erum svona sætir? Við erum með brúnkukrem núna. Takið þetta hérna brúnkukrem. Erum við með núna? Nei, ok. Vestlið kókumjólk í bónus og kaupið æskald peysunar í Smárabíó. Ég hef aldrei spáð brúnkukrem. Mér nota brúnkukrem, sko. Já, ok. Takk. Ég gef okkur persónulegt leyfi fyrir svona brúnkukrem. Af hverju gáðu þeir ekki peningin úr Fortnite Duo tónarmettinu? Gáðu þeir ekki peningin úr? Jú, hvað? Kannski til mín. Já, til mín eða eitthvað. Já, bara, hann er að við gerðum aldrei eitt vídeo í kringu það, sko. Já, var það bara svona já, við gerðum það við hitt og svo borguðum við hinum einn, sko. Annars væri við cancelled. Þeir var tekið fullt af pening og strókið með hann, það var ræðilegt. Hvað var það mikið peningur áttur í þessu svona keppnum? Það var sko, fyrri keppnin var sponsuð og seinni dúokeppnin var bæinn, þú veist, basically bara þeir sem tóku þátt borguðu inn og svo deilduðu penningum. Nice. Það var alveg sigurverðin í báðum keppnum. Fyrstu keppnin fekk 50 skall hana og annari keppninni tóku sigurverðinir held ég 90 skall eða 80 skall eða eitthvað. Já, nice. Það var alveg hellingur sko. Það er svo besta teimi sem það unnið með. Við náttúrulega höfum unnið með hvaða leiti? Það bara, ekki segja bara auðlýsingum bara. Nei, er ekkert þannig Fortnite það? Ég skal bara taka eitthvað teimi. Miðjan er geggja teimi sko. Já, miðjan er geggja teimi. Hvað teimi ætlaði þú að segja? Ég ætla að segja Séra Bjössi. Já, þú náttúrulega hefur unnið með Séra Bjössa. Ég hefur náttúrulega gert vlogg með þeim og svona. Já. Voru ekki að svara þessu? Jú. Það að finna eitthvað nýtt teimi? Já, ég ætlaði að finna eitthvað gott teimi. Nei, ég er Já, eftir hennar þátt þá myndi ég segja 2 fellar held ég. Já, heldur Ingi ekki annars með Liverpool, vá, ég misti bara Liverpool Það getur ekki sagt þetta, það er Ég held við Liverpool, jú. Heldur við Liverpool? Já, 100% haldum við Liverpool síðan ég var bara pingu lítill sko. Já. En þú? Engan áhuga í Ég held með Fylki sko. Hefur engan áhuga á íþróttum? Já. Yes Við erum að finna eitthvað svona við erum eins og þið eru eins. Þetta er bara þið 10 ára vingur en við. Ég sagði það Ég sagði Einar. Já, það er Manju hjá mér sko. Já, líka ég horfði aldrei ekki að skipta sko, nei sko Manju sko í gamlanda sko. Það var sko núna er orðið svolítið svona Þetta er eiginlega hættur fylgis með fótbolta. Já, flott logo bara, það er eina Já, ég held bara með Fylki sko. Varstu í Fylki eða? Nei, ég er að þjála Fortnite hjá Fylki. Þannig að ef ykkur vil langar til að spila Fortnite í beinni Í beinni? Ef ykkur að spila Fortnite þá er ég að þjála. Það er bara 9 pláss laus í hverjum aldursflokki. Þannig að það eru samt að 18 krakkar sem komast inn. Þannig að fyrstu koma fyrstu fá. Það byrja svona aðeins Selfossi með svona rafrænar íþróttir. Samt þú veist þetta er bara einhver svo trash bara Selfossi. Hvað drulla yfir að þetta er á Selfossi. Einar, nú ert að fara, nú færu leiðinu vinni bónus. Þetta er bara leið fyrir fólki á Selfossi að rífa sig í gang þá. Já. Eða, veistu hvað ég verið til að komið bara í heimsókn í Fylki og sjáu hvernig við gerum þetta. Sko, ég var náttúrulega alltaf í Fylki. Ég bjóði Reykjavík, sko. Fylkir í gegja, áfram Fylkir. Áfram Fylkir. Já, ég held deila meira Fylki. Veistu hvað ég verið til að vera rafrænum íþróttum bara æfingum, sko. Veistu hvað er gaman að líka bara eins og hann er að, þú veist, þetta er ekkert bara að þú mætir ekkert bara og ert bara eitthvað að spila Fortnite. Nei, er þetta ekki eitthvað smá hreyfing? Já, er hreyfing með og svo. Alls konar æfingar og eitthvað. Það var geggja, sko, ég þarf bara að taka alltaf strætó í Fylki bara. Shoutout á Rafíþróttasamtök Íslands. Já. Finnst þér það skemmtilegt eða? Það er mjög gaman, sko. Að þjálfa? Sko, ímyndað er þetta, þegar fólk spyrir mig hvað bransa er, þá finnst mér rosa gaman að segja, ég segi tölvuleikjabransanum.
Þau verður bara að koma á Selfoss og byrja eitthvað svona þjálfunar Já, hjá MF Það kostar pening fyrir Selfoss sko. Já, Það er ekki ódýr Selfoss og Nó sko. Þau eru að byggja niður miðbæði og eitthvað Ertu góður með þessi krakka hana? Já, ég bara Hann hatar krakkar þetta snýst rosa mikið bara svona hvað orku maður er að senda frá sér og stundum með maður eitthvað svona ok, vá, það er ekki gaman með krakkanum og stundum með maður bara eitthvað svona djúlega þessi krakkar erfiðir en þú veist, þú ert bara eitthvað svona já, þetta er gaman og bara svona hvetja krakkar áfram og svona hjálpa þeim og þú ert eitthvað að leggja línunar fyrir krakkana og krakkan eru svona 10 sinni betur nýja að spila leikin en ég er svona að leggja línunar fyrir svona íþróttamannslega hegðun fyrir þau og svoleiðis. Hvað er þetta margar æfingar á viku? 2 æfingar á viku, mánudögum og miðvikudögum. Ég ekki bara tekið strætum Hvað er gamli krakkar hana? Þetta er held ég 11 til 16 ára. Cool. Fæ bara eitthvað við með nýja árbæni með mér í þetta og við fyrir bara En þannig að menna spurninguna Mér langar að spá svona hvernig voru þið sem úlingar? Segjum bara okkar aldrei Hvað voru þið að þið væri út í hotni, hvað var það að gera? Eðlilega ólíkir held Ég var alltaf í After Effects Alveg? Ég var alltaf í After Effects að búið til sprengingar og eitthvað bara einn heima í Ég var í fótbolta og bara algjör þú veist, bara íþróttagæði basically andstæðir sko. Það meikar ekkert sens að það sem vinir til að byrja með Við höfum eitt sameiginlegt áhugamál og það er þarna vídeo næstu í sko. og tónlist Já, tónlist Er allt spurningar? Nei, ok, sorry Nei, haldur hvað? Vildur þið fá eitthvað meir út úr því Hæ? Viltu fara eitthvað lengra? Nei, ég ætla bara að spá það því að Ég var seinfroska Já, mjög Já, mjög Ég var sko, málega sko ég var sko svona 1 nei, hvað segir maður ég er 1.80 núna, ég var kannski svona 1.60 bara þangað til í fyrsta ári í menntaskóla ég var bara dvergunast sko. Eða, þú veist, ég var bara ógeðslega lítill sko. Svo allt í henni bara einn vetur var ég bara einn nóttu bró já Magnar einn nóttu Ég vilti fá eitthvað meira ég hérna Ólir á stress Nei, ég ætla að ekki tala um þetta sko Takk fyrir þessu upplýsingar Það má ekki að bara henda þessu út Já, hvað sér, þú varst seinþroska hann þú varst, hvað gamall? Hvað, 16 kannski eða eitthvað? Já, það er ekkert hræðilegt 16-17 Hætta 22 Það er frábært, hvað er með því? Varst þú seinþroska? Nei, ég var bara mjög ljótur úlingur sko. Þetta sko spurningi var Þetta er ekki með Liverpool sko. Allt í bara breytstu bara sko, já, það er svolítið svona þú veist puberty Já, já, það er svona það hjálpa sínum Já, hérna Gelgjuskeið Gelgjuskeið Puberty Já, seinfroska, hann var ljótur Hljóma vel Þetta er sérst þegar við vorum að gera Já, þú varst bara upptekinn að vera ljótur og þú upptekinn að vera seinþroska Já, og ég var bara í fótbolta og Ég var í After Effects Já, en no joke Já, auðvitað En hvernig, ég verð að spyrja þú fækst að tala ólöglegt eða ekki? After Effects, jú, en ég keipti sprengingapakka Auðvitað Action Essentials 2 frá Videoco Hvað sagði þetta sem kvíslir Þetta er glóðulega Þetta er ólöglegt Getur við klipt þetta út? Nei Löggarnir að koma Ég tók FL Studio líka Þú gafst mér það Já, svo sagði þegar ég fæði eitthvað peningur tónlistin að kaupi það Já, ég er búin að kaupa allt síðustu 3 ára Já, ég er búin að kaupa Logic Já, reyndar Final Cut er alveg 60 skall sko. Final Cut er besta klippi fór til til Já, ég keypti það Já, ég fekk frá þér, ég ætlaði að kaupa sko þegar það kostaði 30 eitthvað Svo bara var ég bara svona, já, hemmitt, nei takk, kostaði 60 Ég geti reyndar út í það neður ótir það sko þá Þetta er bara að sofna Nei Þetta er bara að horfa niður Ég er bara að horfa niður sko Það er haldið áfram með spurningunni Maður koma spurningi sem ég ætlaði að spyrja Hérna, þú varst DJ, ekki satt? Jú, ég var DJ, það er rétt sér Ég DJaði á Þjóðhátíð 2016 í Túborg-tjaldinu sem er ég kallaði Kristall-tjaldið og ég DJaði bara á fullt af stöðum sko. Úti með herra Netsmjör? Já, ég DJaði á Benidorm með herra Netsmjör Það var eitt fyndnasta gig sem ég teki Það var sagan á bakið það er þannig að ég er bara eitthvað á leiðinu með kærustinu minn til Benidorm Var þetta ekki feik? Lendur í alveg hlýn á Pældi í hvað Nei, í alveg Ég held að þetta væri feik Ég og kærastan erum á leiðinu til Benidorm Var það feik? Nei, ok Ég og kærastan erum á leiðinu til Benidorm og svo bara allt í henni er ég að setjast niður í flugvélunni og svo bara svona aukt sætið við hliðina á mér og svo allt í henni svona kemur átni bara það er þetta sem er sest við hliðina á mér og ég er bara
já, blessar Hver er líkunar svona, meikar ekkert sens og hann eitthvað, kærastan hans var með honum og hún var bara eitthvað aftast þannig að hún var ekkert með honum þannig að ég og Júlía og Átni vorum bara eitthvað í flugvélinu bara eitthvað Já, sæll Nice Svo varst bara DJ með honum já, og svo Herra Hnetusmjör hata kærastunum sína svo segir hann bara eitthvað já, hérna, það er eitthvað gig sem ég er að spila hérna, ég eitthvað, já, ok, nice það verður gaman að kíka það, hann eitthvað, já það er engin DJ, langar þér DJ fyrir mig Þannig að hann vissi að þú væri DJ já, hann vissi það sko Já, ok ég nefnilega tók viðtal við hann ég var nefnilega að læra viðskiptafræði Já, í blaðinu hann já, Já og ég var sem sagt þarna gerði blað félag viðskiptafræðinema sendi alltaf frá tímarit einu sinni á ári og ég sendi fram tímarit og tók viðtalið Herra Hnetusmjör þetta var eitt af fyrstu svona alvöru viðtalunum sem var tekið við hann áður en hann var eitthvað stór sko. Já Það er þetta að fyndið að segja frá því en talandi um netuna, árna já. Eða bara Herra Hnetusmjör Netuna, ég var daginn að keyra með æfingakstur og var bara fastur umferð inn til Selfossar og ég var eitthvað 5 mínútur og það fyrir aftur mig var Herra Hnetusmjör bara í bíl KBE bílinn Nei, hann er komin að nýjan bíl hvítur eitthvað Hann er komin að Range Rover sem þið gerðu hann Jú, Range Rover MTV Car Nei, hann er komin nýjan sko Það er svona Range Rover svartur held ég Nei, hvítur hvítur, já, eitthvað svolítið ég man aldrei lítið sko. geggjaður frá Rinsfjör Já og hann fyrir aftur Varstu stressaður það? Nei Varstu bara, oh my god og var með sólgleru og allt Sleppi bara bremsni Ég Það er alltaf bomba aftur það man bara á hliðin á kærastunum sinni og ég svona, að þú veist ég var að koma inn á vega sem fullt af traffík þannig ég þurfti að tróða mig fyrir framan hans skilur Svínaður hann senast tæknilega séð, já Þetta var harðasta mús sem var einhvern tíma að púla á það Svo bara en ég lendi samt að hlýða honum í flugvél og hann er búin að gera lag með honum Já, það er svag Hvað ert þú búin að gera með honum? Ég? Þú ert eftir að gera Ég hitt hann á giggi Ég sa, þú lúst Já, ég bauði nú Snickers líka tók að ekki Hann er þetta Ég hef aldrei neitt gert neitt með hann sko. Horta á hann Ég þarf að hitta hann bara ringja hann á morgun Þú bara horta á hann Blessaður, ef ekki gera eitthvað saman Það er fyndið en Það eru 2 spurningar eftir sko að fæla að spyrja Má ég að spyrja þér? Já, má spyrja Ég er bara svo góða spurningu sko Ertu ekki ennþá búin að spyrja spurningunum sem þú ætlar að spyrja? Jó, nei, ekki Hæ? Krakki, þú Þetta spyrir var það 3 svona spurningar Þetta er alltaf leiða einni stór Já, þú spyrir hann eftir fyrir að spyrja okay. Það er skemmtilegast að gera tónlist Örugglega að beinta þér Ingi Já, þú hefur alveg gert tónlist Ég held sko að prósessi að sko byrja að gera tónlistina Þú veist, þegar þú ert að byrja og veist þú ert komið eitthvað geggja Það er skemmtilegast Já að komast inn í flæði Þú veist, stundum er maður bara í 10 klukkutíma bara á þess að vita það sko Það er sko, ég var að lesa um þetta daginn Það er eitthvað svona state of mind sem þú getur farið í sem að, veit ég, þú veist, það er eins og mania basically Þegar bara, heilinn er það fókust á hvað hann er að gera Hann gleymir að borða það Þú veist, þetta er ekki bara því að maður er bara eitthvað að dunda sig og reyna bara hann gleymir í alveg að borða og þarf ekki að borða Svo allt í henni bara svona krassar eitthvað Já, sæll Þú var bara að lesa þetta í fyrra dag ég er mikið að gera tónlist núna alla miðvikudaga og það er svona partur af svona mínum svona endurhæfingarferli og mér finnst það rosalega skemmtilegt og gott að gera tónlist að það svona fer maður í svona flæði og svona són sko. Ég myndi að það er að festast í þessu Já Þeir bara non-stop bara komin 30 tíma og þú enda bara ég get ekki alltaf bara það væri nei, ok, ekki að segja en þannig að ég halda fram Já, ég ætlaði að spyrja hvernig var að búið til lag með Instagram followers Áhugavert sko Já, það var mjög skemmtilega Það var miklu erfið en ég held sko Já, ég held ég var svona, já, ok, ég hlýtti að fá fullt af ykkur dóti Svo var þetta alveg frekar krefjandi sko En það var fárlega gaman sko Já Það er síðast spurningin, hún er svolítið skrítin og ég skil henni ekki alveg, ég veit ekki hvort það sé eitthvað djók eða ykkur eða eitthvað En á skalanum 1 upp í 17, hvað er uppáhaldsliturinn hjá Inga í stafrófinu? Hver spurði þetta? Ég veit manna ekki Er þetta trick question? Ég andjur, hef ekki hugmynd Ég held að vera eitthvað þið svo í vloggið eitthvað Ég man alltaf ekki eftir segðu bara C17 heyrðu, það er rétt Nei, þá er það tölur líka Ég ætla að segja Er ekki A svartur eða hvítur eða eitthvað Alveg lengst hann á róinu þannig. Ég ætla að segja bara B Ég er á rófinu Og hvernig sérðu B fyrir þér á litin? Fjólublátt Fjólublátt, ok, mér líkar það Já, ok, maður nú að spyrja spurninguna Nei
Jú, gena En það, mér langar bara að spyrja þú veist, ef maður googlar Stefán þá náttúrulega kemur þetta allt Playboy dæmi Já, góð spurning ég get alveg talað um það ef þú vilt sko Já, tala endilega, af hverju Sko, þetta er rosa skemmtileg saga Það kom ekkert fram hvað varstu að gera þarna Jú, sko Þannig málega veist ég á góðan vin sem heitir Christopher Carmichael Mér skeggja á þess að komin í svona stellinga Það er okkur að fyndi alltaf í pókastinu að sjá alltaf svona síga alltaf fólki Byrja hann upp og svona fyrir alltaf svona Já, ég á þess að vin sem heitir Christopher Carmichael Hver er það? Hann er frumkvöðl og vloggari og alls konar svona allt múlíkt menn þegar kemur að myndböndum og svona snappari byrjaði svolítið að snappa og var mikið á væn og alls konar forðum og hérna Hvernig kynntist hún? það var bara eitthvað sem benti á mig bara sagði bara já, Stefán Atli er að gera vídeo þannig að þið ættu að vera vinnir ég og hann fórum saman í Sund í Laugardalslauginni og erum bara vinnir út frá því Hvað var hann að bara alltaf hér? Hann var á Íslandi með Jerome Jarr og það var allt vitlaust í Smáralind 2014 Já, Lokuðu Smáralind Já, Vá, ég man hann var með ekki þeim. að því Hann setti á Twitter eða ekki? Jú, Eitthvað, ég er að fara í Smáralind Sko 2013, 2014, 2015 er bara í blurri á mig sko, ég veit ekki hvað gerði það sko Einu var bara Nei, ég var ekki nei, en Svo var hann skammaði fyrir þetta þannig að já, og ég kynntist honum og er alltaf í miklu sambandi við hann svo 2014, ég held að sé 2014 frekar en 2015 örugglega annarkvort, kannski 2015 þá jú, þetta er 2015 þá fer ég í heimsókn til hans okay. til LA og við erum eitthvað í LA og hann er að halda upp á ammæli sitt og við fyrir til Las Vegas og höfum rosa gaman og hann allt í hennu segir við mig bara herðu, ég er að fara vinkona mín er að bjóða mér í svona partí það er forsýning á bíómynd sem heitir Entourage og vinkona mín er að bjóða mér í þetta partí og ég sagði við hann já, ég get komið en ég er með eitthvað 7 vini mína með mér Chris sagði það Já, Chris sagði það Þannig að það er þú Nei, bara ég með 7 Já, þannig að við förum í einhvern svona Uber Black bara einhverjum stórum bíl keyrum upp á Playboy-setrinu það er eitthvað svona gæi sem er að taka niður nafnið okkar og hann segir bara what's your name og kíkir inn í bílinn og við erum eitthvað 7 í svona risastórum SUV og svo komum við keyrandi upp að setrinu og það bara svona tekur bara svona 2 mínútur að keyra upp að setrinu því að það er svo mikið af svona girðingi í kring og þetta er bara risastórt svona kemur keyrandi upp að þessu svo þegar þú mætir það er bara svona skilti bara attention, you might be filmed during this event eitthvað svona og maður er bara svona ok, wow, það er verið að filma mann og eitthvað og svo mætur þarna og það er bara Playboy-kannur og bara þjónar haldandi á snittum og bara ég var alltaf að spyrja fólk bara eitthvað í hvaða bransa er þú og fólk eitthvað yeah I'm working for Time Warner eitthvað distribution eitthvað og svo er opin bar og ég labba hann á barinn og bara herri ég ætla að fá óafengan drikk að þeim langar að muna eftir kvöldinu og svo kemur einhver kona og tekur á móti mér og hún eitthvað I see this is your first time here I'm the bunny mama I take care of the bunnies Já, þetta var bara algjört ævintýri og fyrsta sem ég geri er að ég labba að svona rauðum dregli og það eru svona 4 Playboy-kannur og ég er svona, já, ég ætla að fá mynda mér og mér hefur alltaf dreymt um það að vera á rauðum dregli og fá svona mynda mér inn í Getty Images eða svona eitt stærsti myndabanki bara í heiminum Hefur þú ekkert að vera á rauðum dregli og verið tekið myndir þér? Nei. Ég er ekki að meina það þannig, ég er bara að meina Þú varst að meina Nei, ég var ekki að meina Hvað segir þú einhvern tíma verið Nei, ég er bara að meina að því að mér finnst þetta áhugavert Mér finnst í þessu sögu Alltaf kannski, ertu búinn eða ekki? Nei, Nei, hann er ekki búinn Ég get haldið áfram, en hvað finnst þér finnast við söguna? Nei, bara sem að eftir að koma Já, með stólinn Já, ok, svo er ég og ég er eitthvað svona eitthvað skoða klósetti og taka myndir og klósetti er bara eitthvað svona risastór hellir með fullt af sloppum og hangklæðum og ég er eitthvað að skoða klósetti og svo allt í einu svona kemur eitthvað og segir bara, heyrðu, bíómyndin er að byrja þannig ég fer inn í salinn og þetta er inn í svona bíóherbyggi sem er í Playboy-höllinni og ég fer inn í bíósalinn og það er bara öll sætin eru upptekin þannig ég er bara eitthvað, shit ég þarf að standa alla myndina þannig ég gerir mér tilbúin og byrja bara að standa að naftast bara svona, ég er ekki nefn að standa alla myndina
svo hérna kemur ykkur playboy kannan og segir eitthvað, hei, ég í myndinni og fyrir eitthvað fram, sækur eitthvað stól kemur með hann, eitthvað, hei, ég í þessari mynd eitthvað, kemur öryggisvörður sem svona, hei drullaður út þetta bara fyrir gesti hún eitthvað, hvað það meina? Hann eitthvað, þetta bara fyrir gesti, þetta ekki fyrir playboy kannur drullaður út, en hún eitthvað, ég í myndinni hann eitthvað, burt með og þá eitthvað svona, hei, það laustóll þannig að ég fekk stólinn Nei, alveg gætt setja alla myndina já, líka sko Danbil-serían var svona 2 rows Danbil-serían var Já, var það ekki í fréttinu? pæli í þess að Stefán bara svona 1 af 5 Íslendingur sem var að fara hana sko. svo hringdi fréttablaði í mig þegar hann dó og spurði mig hvað mér fyndist það hvað ekki hefði þetta dó eins og Stefán var bara grenjandi því já, við vorum alltaf best buds Þú hittir hann ekki? nei, ég hitt hann ekki sko. Var hann ekki hann? hann var ekki hérna sko. What? en þú veist það er samt alveg skemmtilega lífsfennislega að heimsækja svona hof eða svona setur þetta er svona menningasetur svona Já, alltaf mjög kontroversial setur sko við erum ekki að gleyma því mjög kontroversial setur, já en samt menningarlegt, enga síður partur af bandaríska menningu síðan 1950 ég það stóð ekkert svona, ég allan að fann ég það ekki en ég sá ekki af hverju varst hann það skilur Ég held sko að Double Signal hefur boðið þér. Það var svona eins og fréttin var að segja það sko. já, ok Ég var bara svona what? Ég var alveg bara Mér leið bara eins og ég held sko að vera DJ hann sko. það hefur ekki ekki Já, það það kom ein frétt, eitthvað svona 4 mánuðum áður Stefán tekur þátt í DJ-keppni svo 4 mánuðum setna já hann vann hana og fór svo bara í Playboy Centri og eftir það var hann billionaire það er gaman að þessu Já, þetta eru góðar minningar hjá þér jú, góða minningar en Ingi, hann var einu sinni í Kaliforníu og hann var í pottapartíi með Charlie Puth Hver er það? Ég veit ekki neitt sko Já, Charlie Puth, já Ég held ég veit hvað það er Ég var ekki See You Again Jú. Já, ok, ég veit hvað það er þannig að ég er ekki svo einu ég er ekki svo einu sem með eitthvað svakalega Elli sögur hérna sko. ég vil ekki að tala það sögur samt. nei, ekki að tala um hana Það var bara bannað að segja frá því má ekki segja meira Það skrifir þetta svona sannig, má ekki segja neitt Alveg Nei, reyndar ekki. skrifa undir NDA Þú veist hvað Charlie Puth er? Ég veit hvað Ég veit ekki hvað er, ég veit ekkert nafnið Þetta mest Slakað á Þetta vídeo er búið að horfa á meirinn 4 billjón sinnum á YouTube Mest áhörna á YouTube Nú veit ég See You hvað Again Ha? Fast and Furious Já I'll see you Æ, ég ætla ekki eins og að syngja þessu podcast Hvað er að gera það? þú veist Já, alveg það sem hvað bjóð til þetta lag bara Já, nei, gæinn hann sem að syngja Já, sem er að syngja, ok Já. Já, það veit ég hver er Já, Já, núna já, Já, áhvert áhugavert En- já, við höfum bara allar margt ekki maður félagarnir Þú talar þessu sem 60 sko. Bara í gamla daga Við höfum nú brallar margt saman En veit þú hvað, þú varst í, hvað segir, tónlistar námi í Já. LA Já. Í hvaða skóla? Musicians Institute Ekki Harvard Nei Nei, ok Þú er svo Ég er svo reyður, sko Mér var svo nett eitthvað Harvard Já, mér finnst það líka alveg cool þegar þú hugsaðu það sko. Já, ég bjóst við að, já, ok En allan, hvað segir, Musicians Institute Þetta er bara Er það ekki allir þekkt, eða er ekki svona flóti skóli? Það var mjög frýtt skóli sko Já, Það var geggjað sko Það var bara skemmtilegast að vita var að vera úti sko Þú veist að búa þarna og kynnast fólki og bara vera þarna sko Já Skólinn var alveg svona auka eftir að hekja sko og hvað varstu þið lengi í skólanum? Ég var svona 1,5 ár úti sko Skólinn var kannski 1 ár það var svo gaman þegar ég kom með heims og þinga það var mjög gaman Við vlogguðu þar já, við vorum að Snapchat, Basic House of Snappinu Það var nú ekki sem byrjar að lukka þá sko ef við gerum svona tónlistum með bara í Las Vegas Já, ok fyrir lag sem heitir hérna hvað heitir það? Það er maður ekki Ingi Eitthvað lag Ingi Þeir byggu til það Ingi gerir lag og við gerum tónlistum með fyrir Las Vegas við tekið upp á GoPro Nice En, af hverju, hvernig komst þið í skólan? Hvað, Bara sóttum bara svolítið? Já, ok Það er ekkert eitthvað svona Jú, ég þurfti að fá alveg Þú veist, alls konar eitthvað Vísa og Já, það var fárlega mikið vesen sko Já, maður þarf að fá svona aðra síði í passportin Já, það er svona heildsíða í passan Já, Ég er með ennþá í passan minn, það er líka alveg nett sko. Já, með svona banderska fyrir aftan Já, basically bara bandarískt vegabrif sko. Óli veit út hann bjó í Bandaríkjunum. Hann veit ekki bara mikið svona vegabrif Það er ekki múin að kynna sig Ég er mjög góður stoltir Ég veit allt vegabrif Nei,
En ertu með einhverjar skemmtilega sögur fyrir utan Púð í Las Vegas? Nei, Los Angeles. Los Angeles fullt að skemmtilega sig Las Vegas. Nei, nei, ekki þannig sko. Hvað bjóstu í? Santa Monica. Bara apartment, bara stúdíu og apartment? Já, ok. Varst ekki með svona roommate eða eitthvað svolítið? Jú, við byggum 4 saman sko. Allir í skólanum? Með besta, eða svona, ekki kannski besti vinur minn. Jæja. Þetta Lárus Örn, hann pródúser sko. Hann svolítið gleymdur í Íslandi núna sko. Bestu 12.0-lögin gerða honum. Sumatíminn og allt þetta sko. Já, sem þið tókuð upp, ekki? Já, ég gerði eitthvað í því. Stefán hjálpaði. Já, hann gerði öll þessi bestu 12.0-lög sko. Hann núna bara að vinna úti með einhverjum hjút skæja sem bara gerði fullt af einhverjum helluðu lögum. Bara að vinna fyrir hann úti og eitthvað. Þannig að hann hann að lifa að dreyma prodúsir. Hafið þið heyrt lagið þarna Beint flug til Lalla í LA? Já. Ítið allt út fyrir það. Já. Hann gerði bítið af því sko. Nice. Og hann líka vitni það sko. Hann Jóhann, Beint flug til Lalla í LA. Hann pældi í hvað fáir vita á honum. En hann svona besti prodúsir í Íslandi. Já. En hann ekkert auðvitað sig. Hann bara úti í LA að gera eitthvað þar sko. Hvernig þá ekki erfitt að vinna með honum ef hann í öðru landi? Hann að vinna með fólki þar sko. Já, ok. Fjarvinna er náttúrulega svo sendir hann bara mikilvæg á tímum COVID sko. Já. En það er ekki alveg eins og hvað? Það er bara skrítið statement. Já, en eins og prodúserinn sem vinnur mjög oft með honum Árna, Nesmjör Þormóður, já. Hann er ekki með flest bara náttúrulega views bara á Íslandi. Jú, hann er langstærstur sko. Það ekki? Hann tók þetta saman einhvern tímann. Það var einhvern sem tók þetta saman í einhverju viðtalið eða eitthvað. Það var með svona 50 million plays á Spotify sko. Já. Gerir þú eins og hann eða þig kannski? Þú gerir líka smá tónlist eða ekki? Ekki lengur sko. Nei, ok. Bara sem partur af svona meðferð. Já, einmitt. Ertu þá með svona bara full library af skilur beats sem þú getur svo testa með tónlistamönnum? Já, sem sko. Þú veist, ég gerði rosa mikið að ég bara gera beats og þú veist, fullt af einhverjum beatum og eitthvað svoleiðis. En svo núna fór ég að taka meira bara svona, þú veist, ég geri beatin þegar ég er að fara að gera eitthvað session eða fara í eitthvað eða fyrir eitthvað. Þannig að, þú veist, ég tók bara fyrst daginn bara heilan dag sem ég gerði bara random beats sko. Já. Þetta orðið það mikið að gera, ég var bara eiginlega, þú veist, þetta orðið mér svona kannski svo vinna sko. Að þú veist, ég var bara að gera beats fyrir eitthvað ákveðin tilefni sko. Sem er svona alltaf leið sko. Þegar báðir DJ-að á stöðum. Það er mjög gaman, en samt mjög leiðilegt líka. Er það ekki pressa? Þú veist, það er ekki, þú veist, þetta vera sko, það er svo leiðilegt, þú ert að DJ kannski eitthvað skemmtist, það svo kemur fólk að bara hann er að spila fyrir mig Martin Garrix. Hann er að spila Beyoncé. Já, alltaf eitthvað. Það er svolítið sko, hvað sér þið? Nei, þú mátt fara. Nei, þú veist að tala stressandi sko. Já, það er ekki stressandi, þú veist, eins og þú veist, þið er bara að vera stóra söguna, ekki í Vestmannaeyjum og hvað? Sko ég þið verða fyrir ekki upp sko. Þetta er alltaf góð. Ég veit að því að það er ekki opið út, það vart alltaf súrefni. Ég var, Ingi var á stóra sviðinu og ég var bara að taka upp með honum sko. Ég hef aldrei verið eitthvað DJ á stóra sviðinu sko. Það er ekki alveg okkur mikið pressa, þú veist, þetta hafa allt svona jú, sko, þetta er alltaf bara eins og saman hvað þú gerir, þú veist, eftir því sem þú gerir oftar því meira verður góður í sko. Líka ást að gera þetta í góðra vinahópi. Já, en þú veist bara þetta, ég var ekkert það stressaður. En sko, þegar við vorum að byrja þá vorum við alltaf að spila bara eitthvað svona lélugum börum og eitthvað svona kjaftaði. Já, velkomin aftur eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svona smá pásu. Hann er búinn að fá sér kaffi og Stefán á sér kaffi. Hann byrjar að slefa og sopnaði. Ég myndi aldrei sopna í hlaðvarpi. Hvað er þetta? Gauir, mér langar að taka hlaðvarp í heita potti. Ég væri svo til í það sko. Það heitar umræður. Þetta heitar umræður. Já, heitar umræður með ice cold. Heitar umræður. Þá er það kaldibot. Af hverju byrjuð við ekki eftir með hlaðvarpingi? Já, einmitt. Hvað bull er þetta? Herri, ég og Gunnar ætlaði að byrja með hlaðvarp. Ok, ekki. Þannig að þið mér, bara fyrir þig. Það er alltaf góð. Það var hérna ein ákveðin ónefnd manneskja sem spurði mig í janúar hvort að ég vildi gera hlaðvarp með henni. Hún sagði, Stefán, hún er Donna Cruz. Vilt þú gera hlaðvarp með mér ofurhetjur? Og hvað sagði þú? Það er ekki já. Ég er til í það sko. Já. Ertu að kalla hana núna? Já, ég er að segja þannig að fylgist með 2021. Ok. Ofurhetju. Hvað er það bara ræða ofurhetju? Donna Cruz og Stefán Atli fjallum ofurhetjur.
Djöfull er það nefn maður. Batman og Robin, Iron Man, Spider-Man. I like it. Eitthvað fleiri. Hann veit ekki fleiri ofur. Þetta er ekki kaldan. Okay. Þetta er ekki kalt henni sko. Ég kalt henni, Já. hann ekki kalt henni. Já, en að því hann veit ekki hvað kaldan er, þá gæti að vera svona að reyna að gera kaldan sem mistekst. Ég get alveg gert kalt henni sko. En Var þetta kaldan líka? Nei, Óli, shit sko. Þú veit alveg svo sjaldan sko. Haltu Sheldon, já, ég fengi það sko. Nei. Hann er, ég var, nei. Hann er samt gaur, Jim Parsons er svo nettur sko. Hann er mér eftir sko. Hann er það. Það er einmitt eitt sem ég langar að spyrja ykkur. Já. Nú kem ég hérna inn í þetta sko. Já. Spurningi sem búin að reyna að spyrja Atlas. Já, nú kem ég að spurningun. Nei, er þetta ekki. Hérna, hvað er ykkar fyrsta og eða bara hver er ykkar celebrity crush? Donna Cruz. Okay. hver er það? Þetta er svo vant sko. Donna Cruz, hún er leikuna. Sönguna. Nei, Áhrifaldur. hún var í áttunni, muni eftir áttunni. Já, ég veit þetta sko. Já. Var hún konan sem var ekki með hár? Nei, ég er búin að svona rækka það. Nei, það er svona Sólbjörg. Já, ok, þá veit ég ekki hver þetta er. Það er þetta bara íslenskt, það er með líka. Já, Ég myndi segja Sonja Story, það er eitthvað. gott. Það er þetta Svona íslensk. áttu þema. Já, Sonja Valdin. Ok. Hún var að Selfossi. Það Hún tengi. bjóða sjálf á sig sko. Já, einmitt. Tengi. Vissu það ekki? Skemmtilegt. Ég sagði þetta ekki. Ég veit Ég það var ekki. einu svona Selfossi á Ísteginu mikla og það var strákur sem var í æskóld hættupeysu Á Ísteinu mikla. á Ísteginu mikla og ég lappi upp á hann og ég segi flott peysa og hann eitthvað verið gett confused og bara mynd hann var geðveitt confused sko. Fyrst var ég bara veit hann ekki að ég er framan á peysunni eða Það veit ekki. veit að það fyndi. eða þú veist hvað hann var í alvörinu bara að skýta á sig sko. Það var bara error. Og svo bara fórstu það? Þegar ég lappaði upp á hann og bara flott peysa og hann bara Fórstu bara? Kom bara í flóði. hann fór bara í fróðu sko. Og fórstu svo bara skildar hann eftir í þessu Já, ástandi? ég skildi hann eftir Hann er ennþá í fróðinu. Það var svo gaman að vera bara eitthvað Það Ísteginu er ekki mikla mynd eða? og sjá Nei, hann baði ekki mynd sko. Það var svo gaman að vera Ísteginu mikla og sjá hérna sjá peysunum sína vera vel eitthvað Er þetta þitt celebrity crush? Já, hvað? Nei. Þetta var ekki litli krakkin. Nei, bara því að þið voru að tala um Selfoss aðan Já, ok. Hluti sem Það gerist var búin að svara á Donna Cruz sko. Já, það varst þú. Já. Þú veit í hlaðvarpið, þú veit að hlusta og svo svara. Hlaðvarp. Ég er bara með svona 30 sekundar memory span. Já, Donna Cruz og Stefán ætli nýtt hlaðvarp 2021 En ég tökum bara worldwide. Hvað er eitthvað fyrsta? Selena Gomez. Ok. Cheerleader Þarf að spyrja hver það er líka. í Heroes Nei, ég veit hvað Selena maður. Hafið þið séð- Bíberinn og... Hafið þið séð Heroes þættina? Nei. Nei. Já, það var Ég veist hvað er. cheerleader svona klappstýra í Heroes Já. þáttunum Komum bara svona einu þætti eða hvað. Nei, hún var aðalpersóna Ok. Það var bara svona eitt shot. Það var þetta bakurinn, lappaði svona bakurinn. aðalpersonan í hérna í Heroes þættunum, Heroes, já. klappstýran Það finna hana. Já, Hvað það er að mig? Skríti sko. Það er skrítið. En ykkar. Já, Það er Gott á Jennifer spil. Lopez sko. eitthvað, sko. Vá, þú bara, Það var þú fyrst. ert þar. Það er bara svo Já, lust. næs. ég... Hún er líka bara svona 60 ára guðmjöl eða eitthvað. Hvað með það maður? Ekkert á móti því. En þið. Ég er að tökja hann. Hérna... Ólögust að múk. hérna Hate and Penetratory Má sjá. Hver er þessi? Já, ok. Hver? Hún var alveg svona kröss líka þegar ég var yngri sko. Hún er svona, hún er ljósær. Þessi ég veit hvað þetta er, já. Blondie. Já. Ok. Já, þetta er alltaf lag. En En celebrity crushið þitt? sko. Sheldon eða? Já, ég var að viðkynna alltaf. Nei, hérna, fyrsta mitt celebrity crush var Keira Knightley. Veitu hver það er? Já, ég var rosa skotin henni líka Hún er Nennir Hún er þetta að geggjuð. hætta að tala svona, please. Þú tala eins og Nei, robot, Nú sko. erum við í dagskrálið sem heitir Celebrity Crush. Nei, en allan og næsta var, já, ég kom allar listan bara. Nei, takk, ok. endilega Ertu með ekki. í síman einu með? Já, hann er Nei. með notes frá Herru, svo var hérna með 14. Þetta er allt hér. Hérna Já, þetta er svo fyndið því að oft þegar ég tala svona já, komið í sólblessu, þá er Ingi alltaf að skjóta mig fyrir það, þannig að það er ógeðslega fyndið að sjá ykkur vera svona eitthvað, tala svona, svo er þannig að skjóta hann fyrir það. Hætti sveinar.
af því að Það herrum eftir honum Já, það er ástæðan okkur ég gerir það ég var bara alltaf í þú beinni skrýtin. útsendingu og Ingi alltaf eitthvað Stefán við streama tölvuleikjum og við erum samt ekki búin að tala nú mikið um tölvuleiki Nei, já, ég vil tala meira tölvuleiki, come on 2018, Já, janúar 2018 byrjum við að streyma tölvuleikin Fortnite það var geggjaðleikur Já, geggjaðleikur, hann er ennþá geggjað sko, ég er dottur Það er núna bílar í hann núna, eru búin að sjá það? Já, ég veit að ég er sko dottur núna en þegar var svona í gamla dag ég var svona OG, svona byrjaði að spila þegar Hann bara byrjaði fyrsta mánuðin Ég byrjaði bara fyrst daginn eða bara Það var geggjað, ég elskaði gamla Fortnite sko. Það var svo, ég var að horfa á gömul vídeo og ég bara svona Mér langar í Já. gamla vappi til Já. þetta Towers og Já. þetta dót, sko. Tilted Towers er svo gott bara Ég segi, áður ef en þið Tilted kom líka sko, það var bara geggjað sko. Já, ef þið myndir taka núna mappið bara þá og setja aftur núna, þá myndir allir fara aftur í Já, leikin ég myndi fara áttur í leikir sko, Já. léttilega En þetta var svo gaman að vera í beinni útsendingu að spila tölvuleiki og fólk var að kommenta og þetta var svona, eitthvað svona nýtt og ferskt og sem tím og það var ógeðslega gaman eitt af skemmtilegast sem ég gert sko vera í beinni útsendingu að spila tölvuleiki sko Var ekki, Nice. kom ekki steindi til ykkar einhvern veginn líka? Herru, Steindi kom til okkar, Pétur Jóhann kom til okkar hérna, Jú, nei, Króli eða ekki? Króli, herra Netusmjör Hildur í áttunni Donna Cruz kom Donna Cruz og Sonja Valdin. Donna Cruz Já, Vá, það Nei. segir Ertu að fatta núna hver er það? Nei Nei, það hljóma já, Donna Cruz. Nei, ég tala fyrir hann, skilju Hann er ekki ánæður Án, ég bara, yes, Nei, hann er bara En já, hvað segir þau? Tölvleikir, er þið mikið í tölvleikum með það? sko, já, ég er svolítið í Fall Guys núna Fall Hvað er Guys. það? Fall Já, Fall Guys, já. Já, Fall Guys, einmitt Já, það Litlu geggjaður kallarnir leikur. sem er alltaf hlaupandi úr sinni Hann braut. veit, hann er ekki, nei Sko, ég var í Fortnite allir þessu dóti, Call of Duty, bla 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 GTA og svona og svo bara, fyrir nokkur mánuð þá bara köttaði ég alveg út bara Counter-Strike er vinsælast leikurinn á Íslandi og Er það? Rafíþróttasamtök Íslands eru með Vodafone-dildina sem er sérst í beinni útsendingu alltaf að streyma Counter-Strike og við hjá Fylki vorum með besta Counter-Strike-liðið að því sem bara taka sigur eftir sigur Unnu Íslandsmótið. og svo seldu við á til Dusty sem er eitt stærsta íþróttafélag Var þetta ekki meira Dusty keipti það af ykkur? Jú, Dusty kefti það á okkur sko Liðið? Já, Já, Þeir Og- keipti bara allt liðið, fylkislið. Það er Það bara er- hægt eða? það Já. er bara Já. svo í fótboltanum það er skilur fótbolta En þetta er samt væri svona eins og bara Barcelona myndi kaupa bara allt mann sitt í liðið eða eitthvað. Þannig fólk er bara að vinna við þetta Já, Já. Já, þetta Á Íslandi? Atvinna Já. það ekki, basically Það er merkja. tölvuleika bara sem er vaksandi sko. Dusty er leiðandi í því að þeir eru búin að eyða fullt af peningum í þetta sko. Er þetta ennst eða? Nei Nei, íslenskt sko. Íslensk, já, ok Ég er mjög lítið inn í þessu, sko Það er bara eitt gæði sem er að stjórna þessu sko. Ég þarf að koma inn í þessu, sko Dusty og Fylkir eru svona stærstu liðin svo er FH líka með lið sko. Dusty ætlaði að fá okkur eins og til að vera svona official streamers. Jaha, Vissir það ekki? nei, Það er sár hún nú glemdur að segja mér það Það er svona 1,5 ár síðan. Já, Hann heyrði í mér og var eitthvað hvort við vildum þú veist, vera í þeirra liði og stríma sem Dusty skilur. og var að hóra því Já, ég er búin að gera það núna bara. Þetta er sorgmæntur Þetta eða? er ekki búin að söngja báðir á YouTube eða? Það gerir vídeo Hann er komið upp í 15 Sponsara Dusty. Hann er komið upp í 15k og svona og, Nei, máli er að þá akkurat ætluðu við að búa til okkur eigin lið sko. Já, Þannig að það var alveg svona við akkurat á erum sama ekki tíma. ennþá búin að búa til okkur En við gerðum það ekki. Þið þurfa að gera það Ice Cold Það er þegar maður hafa Ice Ice Clan sem bara Ice svona, Clan, já, þú það veist, var- í kringu það en svo var eitt lið úr því sko. En núna er ég hjá Fylki þannig að ég er svolítið svona Já. Já Trader. Við hérna Ice Cold Killers Við gerðum þátt sem heitir Ice Cold í beinni byrjuðum með hann í desember 2019 Já, ég sá á YouTube á YouTube Já, og já. hérna í þeim þætti vorum við með svona Reddit horn þar sem vorum að beða fólk um að senda memes Já, já og að skoða memes á Reddit og horfa á þáttinn meðan fólk var að senda memes það var rosa skemmtilegt sko. Við erum rosa miklu meme-menn eða með sko ég er algjör meme-maður sko. Og er þetta ennþá Reddit, ennþá í gangi? Já, ég er ennþá memer sko. Já, spennandi Eitt sinn mýmur, alltaf mýmur. Once a memer, always a memer Við erum að tala um þetta áðan Það var hann að Já, þú vildi byrja að senda þér dröll Nei, ekki það Það var hann að Hvað heitir hún hérna? Rihanna með Shine Bright like a diamond eitthvað Ég held að Hvað er ég að syngja hérna með? Hvað er að gera? Það er gíta baka þau sko. Já, ég kann ekki á það Það er þetta spurning En allan að Sem ég ætla að spyrja þig En það er fyrsta mýmið sem ég sá Og ég postaði Instagram og var ánægð með þetta sko. Bara Shine Bright like my forehead Og mynda henni með stórt forehead Ég er bara Þetta voru dagandi Maður bara postaði memes á Instagram Og takaði Snapchat-vídeó Og eitthvað Já, Svo algjör Nei, en það flotti hverjar já, ekki að halda þetta. Nei Nei, Á sínum tíma var eitthvað
Það var fyndin dagar Þetta var svona allt nýja ekki komið Það er svo fyndið að sjá hvernig fólk á nýjum miðlum Hvernig haldið þið að YouTube verði eftir svona 5 ár? Það verður svag Bara fyllt af goons Er það hálfvitar eða hvað er það? Veistu ekki hvað goons eru? Nei, ég er ekki tengdur í þetta stöf sko. Þú ert á þeim aldri að þú ættir að vera goon sko. Óli minn Vitið þið ekki hvað goon er? Ég Er það ekki til á Selfossi? Er eitthvað boomer eitthvað dæmi eða hvað? Nei, það er anstæðan Já, það er einmitt Já, andstæðan. þá veit ég hvað er Ef þú segir það svoleiðis Hann var útskjara fyrir mér Ég veit hvað það er Já, ok, flotti þér Ég er með í þessu Goons er svona gæi sem er svona semi-aflita eða svona strípra hár Já í stórum fötum. Er þetta ekki svona vill all nýja eða svona jú, þetta er nýju Þetta er svona Daniel, Daniel tónlistamæður. Nei 24/7 Þetta er svona goons. Já, ok, cool Svona goons Ég er ekki goon Nei Hvað er síminn minn? Ég þarf að sína ykkur síminn minn Nei, við skulum ekki segja síma iPhone 5 sko Ég er ekki goon Nei, ok, það er rétt. En já, þeir þú veist aldrei ekki að Warzone verður núna risastór leikur. Er hann ekki orðin risastór leikur? Hann er mjög stór sko Fyrir, þú veist, tölvuleikja samt á Íslandi og Hann er svo stór sko Jú, ég held að líka sko. Þetta er samt bara svona. Er hann þá alveg Fortnite í gangi í svona rafrænu tölvu? Er það? Já, hellingur sko. Ég er ekki búin að sjá Fortnite bara svo lengi. Ég er búin að eyða honum af tölvunni sko. Það er limit sko, svona, eftir að COVID kom aftur þá svona bjargaði töluleikjanum sko. Já. Og streamerum líka sko. Ekki okkur, við byrjum ekki að streama aftur. Já, talandi þjóðum með podcast Nei, byrjum fyrst að byrjunni, þjóðum með vlog Þið er samt, svo hættið þið með vloggin Nei Nei Þau hafa aldrei hætt Í alvörunni? Og muni aldrei hætta. Okkur er ekki að vlogga núna maður. Fyrst að vloggið tilbaka bara. Það er geggjað. Það er eiginlega síma þinn. Nei, þetta er gamalt sko Er það svona leiðilegt? Bara hann varð að finna eitthvað annað að gera. Ég byrjaði að geispa Það er ekki að rífa sér húðina þetta rífa. Nei, já, við byrjum að vlogga. Svo byrjum við að streama. Svo gerum við podcast. Eða öfugt. Já, svo gerum við podcast Þannig að á tíumbili vorum við með allt þetta þrennt í gangi í einu sko. Það var svolítið mikið Já, svolítið mikið. Já. Af því að við erum að taka allt upp sjálfur og klippa allt sjálfur og gera allt sjálfur sko. Nema að við fengum einhvern til að klippa einhver smá á tíumbili. Best of töluleikurinn. Já. Mér finnst það svo gaman stundum að detti að horfa á gömul YouTube mynd og vera bara dýrlega gaman þegar króleikur með heimsótt til okkur. Ég var á YouTube og var að horfa á Penny Grandi og svo kom svona suggested eitthvað gamalt Fortnite-vídeó og ég bara eitthvað svona var hvað gaman þegar það var svona gígur í Fortnite þannig í Dusty. Já, ég mani því. Þegar maður svona fengið þessi kristalla svona. Kristall, já. Það er líka svo fyndið, þú veist, sem bara eftir Þetta brótið það er ekki Svo töðus katt sko Eftir 10 ára Nei, ég segi bara eftir 40 ár bara. Þá getum við bara að skoða bara síðustu 3 ár þannig sér hvað við vorum að gera sko. Nema, það er spurning Sko, 2020 Þetta er núna 21st century Það er mest tekið myndir núna, stafræna myndir það er spáðið að vera minnst til af gögnum frá þessum tíma minnst svona af myndum af því það er ekkert verið að prenta þannig En það er samt allt inn á netinu sko. já, It's in the cloud. hvað er þetta cloud? Instagram Það er bara nokkrar C4 sprengjur og þá er þetta bara allt hórið Það er samt, ef þú pælir samt í, ef að YouTube fyrir hausinn Já, þá var Google ekkert að fara eða billions í allt storage á þessu. Nei, það er Þannig að það er spurning hvort það verði. Við þurfum að downloada þessum vídeum og setja það bara á Facebook. Er það ekki með backup? Nei. Jésús, Óli sko með backup sko. Ég þarf að vera sem svona 8 backup bara öllu sko. Allt mitt er á Backblaze cloudinu. Við eyðum alltaf bara svona, ef ég sé möppu sem er bara sum vlogginu voru bara kannski 50 gigabyte eða eitthvað. Já, Óli, ég ætla að segja svolítið nú svona að það er ekki allir eins og þú. Vissu það? Ég er pyrrað sko. Ef þetta er komið inn á netið þá finnst mér eins og þetta sé bara svona safe. Já. Nei, þú er búin að horfa alltaf mikið að conspiracy. Það er ekki að safe. Strákar, vissu það er að hlera síman okkar? Bandaríska ríkisstjórnin er að hlera síman okkar. Ég er skýtsam það. Af hverju er skýtsam það? Ég er ekki að segja neitt merkileg. Af hverju? Af hverju? Nei, ég ætla bara að hlera síman ykkar bara. Nei, okkar. Nei, bara okkar allra skilja. Já, það er sérst út af því að við erum búin að vera í viðskiptum við eiturlyfja baróna í Mexíkó. Já, bara ykkar. Nei, Óli. Allra. Já, Getið klippt þetta út, ég vil ekki neitt vita að sé með
Eitthvað bara í Mexíkó. Vá, hvað eru konur út í eitthvað súr umræður en það er verið að hlera síman okkar. Já, það er alltaf. Ég tala ekki neitt. Ég ætla bara að segja, ég ætla ekki að leiða ykkur og láta hann fara að sofna með hann að backupinu. Þá þegar þú situr á YouTube, þá er að minna quality. Það er bara þess vegna á ég fullt af backups. Já, en af hverju þarf þetta í góðu quality? Tekinu í þetta. Það er svo ekki að horta á það í góðu quality. Já, þú ert aldrei að fara að gera það. Já, Þú skilur ekki þennan krakka sko. Hann er Nei, þetta óþolandi. Ertu svona gæinn sem ert með svona stóran svona prompter heima þær? Hvað heitir þetta? Svona sem skjávarpa. Já. Og horfir á þetta bara í huge vegg heima hjá þér bara. Nei, ég bara Full HD og Ég er ekki að djóka sko. Já, 5K iMac, það er, já. Ég er ekki að grínast. Að klippa með þessa krakka, það er það erfiðasta sem ég gert á æfuminn held ég. Það er alltaf svona eitt lítið mistök og ég segi ok, við getum bara lagað þetta svona og þá lagast vandamáli sko. En það er svona, nei, ég þarf að vita shortcutið fyrir þetta eða ég þarf að vita þetta nákvæmlega hvernig þetta getur. Maður er bara Ég þekki þetta. Hvað mennur? Nei, þegar þú ert að klippa, ertu svona. What? Ég bara segja þú. Ert þú svona ekki þannig? Ég er fullkomna sinni sko. Ok, þetta meikar ekki sens, við erum ekki eins. Ert þú bara að reyna að vera eins? Nú, við eigum þess að þetta er ekki fyndið lengur. Passar ekki. Nei. En talandi hluti sem er eins, þá erum við með bara eins peysur. Við erum að fara að selja upp alla peysunar. Það plugga þessum peysur svo oft ég get. Þetta verður allir tísinn og þú bara að plugga peysur. Getur einhver klift út núna bara svona allt þetta væri líka 10 mínútur að þér að tala um peysur sko. Já, örugglega sko. Ertu Getur bara búið til auglýsing, komið bara með tísin núna. Getið please borga peysur. Hei Mér langar að vita alltaf ef þið eru sama, Stefán. En þú varst í greiningu, eða ekki? jú, hvernig vissir þú? Þú varst í podcastinu. Já, Ég var fyrir aftan þegar þú var bara með. Já, ég var í greiningu. Já, hvað kom út úr því? Góð spurning, það kom út úr því að ég gæti verið með athyglisbrest. Já, gæti verið, ertu ekki með það? Já, ég gæti verið með athyglisbrest og að ég gæti verið á mögulegu einhverju rófi. Já, sæll. Eins og vinnur okkur Sheldon. Já, ok. Og en það er ekkert staðfest, það þarf að fara bara í nánari greiningar á því sko. En það er fullt af fólki sem er á einhverju rófi sem hefur gert frábæra hluti sko. Já. Þetta eitthvað róf er Ímynda er 0 upp í 100. Já, ok. Bara 100 er bara 100. Ef þú segir þetta á ensku þá skil ég þig. Spectrum. Já. Þannig að þú veist, hann er ekki 100, ég veit ekki, ertu 100 einhverju? Ég veit ekki sko, en þetta gerir mér svolítið svona aðeins öðru í sig heldur en annað fólk. Þess að maður vilja skilgreina sig út í eitthvað sko. Það er bara gott að rauður. Það er allir öðru sí. Það er engin eins. Já, ég myndi halda að þið var eða okkur rófi sko. Já, allan óli. Er þetta kalt enn? Jú, þetta er kalt enn. Jú, þetta er kalt enn. Nei, í alveg, hvað er þetta að segja? Nei, bara góða Sko, þú getur verið á rófinu í einhverju af því að þú ofpælir kannski í einhverju klippi og ert bara eitthvað algjör þú veist. Ég næði svo rétt. Já, en þú veist, það er allir greindir eitthvað sko. Þegar þið Apocalyptic, þegar Survival og Zombie on the Coma, þú ert ekki með vídeón þín, það er ég bara stupid, ég er með all vídeón Já, þín. það er einmitt það sem þú tegst að þegar Zombie Apocalypse fyrir, ég er með vídeó mín, yes. Ég var að djóka. Og hvað, ertu bara að stóra þetta bara ón í einhverju kjallara? Nei, svona maður. Ég með alltaf iMac-num og svo er með backup og svo er Á með... flakkara bara? Já. Ertu með tvöfaldar flakkara? Jú. Já, Svona 8 spegla? Nei, ég er bara með... Ef flakkarinn fokast upp, þá ertu fokkt? Nei, þetta er alltaf Backblaze. Þeir eru með mörg copy af þessu. Hvernig veistu? Af því að það er stendur í samningunum. Ok, segjum að þeir fara hausinn og allt fara í fokkið þeim. Þá er ég með þetta. Ok, ég er bara að pæla. Já, þú meinar. Þannig svo að reyna að gaman prófa að það þessu. randsk. Nei, þetta, ég er tjóka. En svo náttúrulega maður að vita, skilur að gögn skipta 0 máli. Gögn eru gull. Já, en þú veist, skilur... Og þeir voru bara opposite. Nei, skilur, þú veist, ef þetta fer, hvað ætlar að gera? Ég gerði heimildamöndum heilsöflandi framhaldsskóla sem part af lokaverkefninu mínu að vera fjölmiðla tæknir og kennari minn sagði þú vilt ekki setja þetta á YouTube, þetta er aldrei að fara að lifa á YouTube, þú vilt setja þetta hérna og gagnaviti fjölmiðla hérna, skólans. Hvað er kessmaður þangað? Nákvæmlega, ekki hægt, þetta er horfið. Vá, Það er lokaverkefninu mitt, það er horfið. En hefði þetta fara á YouTube? Já, Það er Á aðeins þar? snild, þú ættir að kæra hana gæja. Nei. Nei, no, okay. Kæra hann að gæja. Nei, ég er að tjóka. Hann sagði mér að segja það. Nei, bara hvað er gagnum í? Þetta er bara lokaverkefninu mitt. En akkur tók ég með backup, hvað? Það er enda góð punktur. Flakkarinn minn bara fokkaðist upp, Varst ekki með mirror? misti flakkarinn minn. Ertu ekki að nota carbon copy klónir? Ói, mistur flakka.
Mistur hann? Shit, Ég það mista. sakar. Já, þess vegna átti að nota SSD sko. Ég misti þessu tölunum mínu. Það er vesinn. Hún opnaðist sko. Nei, hann MacBookin. Úff. Og ég var að meina að opna. Sjöna, Pelican case. Já, hún opnaðist, var Allt í lagi. opin í svona, hvað, 1,5 ára eða eitthvað. Virkar Þú hún stendur Já, það ég nota notaði hana endalaust sko. Þú horfðir bara inn í hana sko. Cool. Það er merkjað. Já, ég bjóð til upp til hópa og allt á henni maður. Já, næs. Legendary þálegur og opnaði hann daginn aftur, ég þurfti að ná í projectið eitthvað aftur og ég þurfti að tengja flakkara við því annars myndi hún ekki kveikja á sér og eitthvað. Mjög áhugavert sko. Það er mjög skrítið. Þannig að ef þú ert að pæli það að vera með bestu græðinar þá þarf þess ekkert endilega að skilja. Nei. Við byrjum að vlogga á iPhone sko. Já, einmitt. Já, græjur skipt ekki máli, það saga hann og Já, story is key. Story is key, já. En talandi, þú er búin að tala mikið kvíða, ekki satt? Jú, ég er alveg massa kvíðin einstaklingur sko Já, og hef alveg verið á kvíðalyfjum já. og besta ráðið við kvíða er bara að fara í ræktina á sund sko. Ok. Er það ekki samt að það er á persónubundi? Já. Já. Hvern er það? Það er bara mismunandi. Fyrir hvern einast það er það rætt. Þetta virkar ekki að hafa verið að því, sko. bara í, þú veist, ef þú fyrir heitabotinn sér ekki fyrir að bara, þú veist, hvað veðunni slaka á og þú veist, maður er svona gett kærlaus og eitthvað Jú. Já, bara þreyttur. Það bara virki í öðru sér fyrir alla, sko. Eru þið með kvíða? Ég er með heilsugvíða, maður eina. Já. Ég hef með léttan heilsukvíða líka sko. Ég er með mikinn heilsugvíða, sko. Bara ef ég fæ hausar, það er bara okkar heilum minn að fara að springa. Ég hef oft lent í þessu líka. Þetta er bara svona svo steikt, svo allt í einu verður maður bara svona gamli, Já, þetta er bara, þú veit, illt í tánni sko. ég veit það. Það, Já. þú ert Ég ekki fekk bara bara, að deyja sko. í vinnunum dag, ég bara sting svona í, þú veist, hjarta basically, sko. Já. Og ég bara svona, ok, ég er bara hjartafalli. Ég var alveg svona skítið rætti, sko. Ég var alveg bara, Þú komst allir til mín og sagðir eitthvað, ég ætla bara, ég elska að ég er farin. Segðu með mig, ég elskar. Ég vissi, svo eftir svona 3 mínútur var ég bara, þetta er bara stingur. Ég bara, það er ekki það. Ég lendi í þessu sko 2017. Það hefur ógæslega mikið að gera með, þú veist, ála og eitthvað svoleiðis. Þá fekk ég bara bullandi kvíði, ég vissi ekki hvað kvíði var sko. Svo var ég bara leiðin á fund og var í bílnum að keyra og svolítið heitt. Allt í einu fekk ég bara svona svima, svona kast eitthvað. Já. Opnaði bara rúðunar og var bara að byrja bara svitna fullu og ég þurfti bara að stoppa á bensinstöð af því að ég var bara ok, ég er að deyja. Ég var komin þangað. Bara byrjaði bara, fann bara hjartaslá skilur og var bara allar sveittur og var bara að byrja svona eins og að vera að líða yfir mig sko. Náðu eitthvað svona að rambla inn á N1 það sem að Subway hérna við flugvöllin. Fór eitthvað þar, ég var bara allir að halda ég væri bara bullandi eiturlyfjum sko, því ég var bara eitthvað ráfandi þarna, fekk mér vatn, fór aftur inn í bíl, tjöggaði vatnið og var bara, bara var alltaf bara eins og ég væri bara líðið mig sko. Svo bara 10 mínútur seinna var ég bara allt í lagi. Og var þetta að sérast kvíðakast? Já, ok. með bara bullandi kvíðakast sko. Og þá vissi ég ekki hvað kvíði var sko. Já, ok. En svo, þú veist, kannski svo næstu mánuðum að það, loksins þegar ég fattaði hvað þetta var, að það var miklu auðveldara að fara að vinna úr því sko. Einmitt. Allavega, það var hann hjá mér allavega. Ég vissi ekki svona hvað þetta var, þannig að þá vantilega var ég bara, ok, fuck, ég er að deyja, skiljum. Eitthvað. Já. Ég er ekki mikið með heilsukvíða sko. Nei. Ég hef aldrei fundið fyrir því að ég er svona eiginlega ekki svona lítið á þannig bara, nei, þú veist, ef maður deyr skilur þá bara deyr maður, hvað er meira? Ég skil hvað að Já, menna. samt þú veist, ef þú ert 16 ára þá bara sökka svolítið feitt sko. Já, það mun ekki sökka, ég mun ekki segja, þetta sökka, ég er bara döður skilur. Ég veit en þú veist, nei það er ekki að deyja, það er svona feelingur svona eins og sem deyja, það er ógeðslegt. Já, en ég picture þannig bara deyja, þú veist, þú bara tekur svona max 10 mínútur, þá ertu döður skilur. Þú ert ekki eitthvað að hugsa mikið eitthvað, ég er að deyja á morgun klukkan 4, þetta er hægilega. Nei, það er, þú ert ekki eitthvað, þú ert ekki trættu við að fara að deyja. Nei, ok. Endilega, skilur, þetta er meira bara svona, þú allt í einu bara svona, bara fuck maður, ég er að fá fiðring í hendurnar. Ég las eitthvað staðar að ef þú fær fiðring í hendurnar að þá ertu að fá Svo byrjar maður að googla sko, þú veist, Já. okkur fekk ég stingi, það er bara shit, alveg bara, þú veist, þér sést bara, ég var að hósta, fekk bara svona smá blóðbræð eitthvað, getið verið bara út eitthvað allt öðru og bara, ég er með krabbamein í lungum. Já, einmitt, já. Eitthvað. Ég treysti bara á líka minn, bara reddi þessu. Þetta er alltaf. Já, Já. Mér líka með hann, ég drekk mjólk, þetta er alltaf leið. En pælið þetta hvað þetta er algengt samt, þú veist, kvíðasjúklingur, skilurðu, fengið heilsukvíða og kvíðakast, Já. heilsukvíði. Ég hef alveg fengið fullt Þú með kvíða, eitthvað? kæri áhörandi, kommentaði fyrir neðan. sko. Já, hvað er að Hvaða þér? kvíða er þú með, hvað er að þér? Hvað er fokkarum ræðir, drastlið? Já. Það er líka mjög gott bara veist, að fara til Carnegie, lesa bækur eins og hérna, bókina eftir hérna, Sjöla Tryggvason, Já. bókina eftir hérna, Já. sem hann skrifaði fyrir Bjögga,
Ég er bara einn besta bók sem ég lesi með Bjögga Ég ætla Las hana á að- einni nei, horfa viku hana. sko Hann er 3 dögum Þú segir Horfa á hana. Dale Carnegie Já. 2008 fór ég á Dale Carnegie námskeið Ok, Það breytti lífinu mínu ok Ég var 2008 óörugur lítill úlingur ljótur náttúrulega eins og þau muni og Og Dale Carnegie það átti að vera flottir og svo er ég að setja með markmið 2008 á Dale Carnegie námskeið þar sem ég er bara Hvað er gamall þá? ég er bara á loka árin í grunnskóla skilur og Já, er að fara í ok. menntaskóla næsta ár Bara svipar við bara. Já, og er að setja með markmið og ég skrifa bara eitthvað mér langar að vera með vinum mínum á stuttmyndaháttíð og við verðum gett gaman hjá okkur svo ár setna er ég búin að kynnast Inga og við erum saman á stuttmyndaháttíð og það er gaman hjá okkur Var þetta allt planið hjá þér? já, ég setja með markmið Við getum rætt meira þetta af því að við erum búin að manifesta mikið já, markmiðsetning Við þið hvað manifest er það? Já, Þetta er basically þannig að þú veist í stuttum drátti stuttumáli stuttum drætti að þá hugsaðu nógu mikið Já, hluti sem vilt að sjónin. gerist Hugsa hvernig það verður Já, og hugsa hvað vilt gera og þá byrjar heilin automatist að trúa það að gerast já, trúa að fara að gerast og hann byrjar að vinna úrsöld öll múf sem hún tekur einhvern veginn enda á því að heilin veit hvað múf hann á að taka til að fara þangað sko. Skilji eins og ég var, þú veist, fínt dæmi þú veist, þegar spilaði fyrst á þjóðatíð 2017 eða eitthvað þá spilaði með 8 á stóra sviðinu þá var ég bara, herri, fuck maður ég ætla að spila á þjóðatíð næsta ári og ég sá bara fyrir mér ég að spila á þjóðatíð næsta ári og svo er ég að, þú veist, byrja að pródúsera meira þá og gera íslenska tónlist og gera lög sem einhvern veginn endar á því að svo ger ég upp til hópa og svo spila ég í túbortjaldinu 2018 þá var ég bara, ok, þetta var fucking gaman og næsta ári, þá ætla ég að spila á stóra sviðinu einn ég bara sé fyrir mig á stóra sviðinu að spila á þjóðatíð einn, bara með mín, ég er ekki að fara með einhverjum áttunni eða eitthvað svona og svo bara er ég að vinna alla veturinn, ég er bara alltaf að hugsa um þetta svo bara einhvern tímann í mars eða eitthvað þá bara, herru, við erum búin að bóka þér á stóra svið ég bara, geggja, skilur og svo spilaði stóra sviðinu, fucking gaman og þá er ég svona, ok ég ætla að spila á besta slottinu á föstudeginum þú veist, ég var, þú veist, að seinna hann kvöldið eða eitthvað, samt að fucking gaman, sko ég ætla að vera á besta slottinu á næsta ári bara, ég ætla að vera það sé fyrir mig bara mig, standandi þarna besta slottinu svo líður aftur árið núna, kemur þetta þá er ég bókaður á besta slottið núna, en þá reyndar kom COVID, skilur Já, það er svo Gengur upp já, en ég meina, þú veist en ég meina, þú veist, sama hvað við getum gert þú getur manifesta bara ég veit ekki, talaði Sölvi eitthvað um manifesta Sko, hann var mér stutt, sko við coverum örgulega einhvað að því, sko já, en jú, örgulega En já, það kom fram í Bjöggabókinni Ég held svona andjók, sko einhver einast bókir sem við haft ég held að markmiðasetningur alltaf kom fram Já, ok markmiðsetning er nefnilega svo mikilvæg sko. og maður lærir einmitt það líka í Dale Carnegie sko, hvað markmiðsetning er mikilvæg sko. Áttu það bókina? Vinseldur áhrif Nei, hérna bókina kannski er það öðru svo á þeim tíma en núna fekk maður svona bók já, sem ég skrifa markmiðinni Já, einmitt já, það er ennþá sko Gekkja já, líka sko eins og nökkufélag okkar tala oft hann talar um að bara það að skrifa þetta niður með penna á blað er miklu Ég 40% líkar og já, frekar heldur miklu að hugsa það eða þú veist, situr það bara í notes í símaninu með eitthvað þannig að þú veist ég er að búið til plötu núna þannig ég er bara svona skipleik allt bara í bara svona lítið bók Stefán gerir þetta líka, skrifur það svo mikið í bók og einhvern veginn þá er maður að horfa á þetta beint fyrir fram að sig og þeir líður hvað er þetta? og þeir líður Nei, ég bara segja þú getur hert þetta sko ég er góð sko. Ég var að tala um það, hertu það bara svo snúiru ég er góð sko. Þú er alltaf góður þú veist að skrifa í bókin og Nei, ég bara segja, þú veist, bara það, skilur að markmiðasetning og manifesta, þú veist, að hugsa hlutin og þú veist, þú getur samt ekki, þú veist hugsa gett mikið um að spila þjóðatíð og leysa upp í rúmni og þú veist, bara horta á Netflix sko, það er ekki það ég elska líka upp í rúmur á Netflix Já, ekki það mikið þannig. En, já you gotta put in the work Mér svo fyndi, þú bjóst til Jammy Kvöld remixið eða ekki? Já Mér svo fyndi ég bara fyrir svona andjóð svona mánuð að hlusta það og það er bara, þetta geggja gauð sem fyrir til og eitthvað ég vissi ekkert hver var sko svona andjóð, ég er ekkert að vera leiðilegur en ég vissi ekki hver og svo bara svona óli bara, við erum bókað æskvöldi, bara ok og horfðu þú veist öll vítinu og bara, þetta er gæð
En hvernig fundið þið okkur og af hverju ákveðið þið að fá okkur í hlaðvarpið ykkar? Góð spurning. Sko, ég bara man að Óli sagði að við erum að fá Ice Cold í podcasti, hann sé að senda ykkur á Instagram held ég og þá byrjaði ég að gera bara research og bara ágætlega gaman og ég var bara ágætlega pöplar. Óli, Hvernig fannst þú það? Sko ég er búin að vita eitthvað mjög lengi eins og ég horfði ástæðan fyrir ég fann ykkur bara í byrjun. Það var ég horfði mikið á YouTube, subscribe eitthvað með 100 á eitthvað og ég var alltaf að leita eitthvað svona, ég var í Bandaríkjunum á þeim tíma því ég bjóð þar í Flórída. Fannst þú það þá? Já, í 8. bekk. Wow. Fyrir 3 ára, 2017. Þá var ég alltaf eitthvað að ég saknaði Íslands eða eitthvað, alltaf að leita eitthvað íslensku og ég leitaði, þú veist, íslenskir youtuberar og sá vídeóið þitt íslenska youtubera þess að þú varst að reviewa eins og Glazerbox, ég veit hvað það er hann er sjálf og sé og hann er Glazerbox þá sá ég ykkur fyrst og ég held að ástæðan fyrir að ég sendi ykkur man ekki akkur, ég held bara að sá ykkur Instagram ykkur bara svona í Explore eða eitthvað Var ekki eitthvað með Pétur Jóhann eða eitthvað, þú sást eitthvað Jú, það er málið ég sá Pétur Jóhann vídeóið það var eitthvað svona vídeo hún var sem hann var eitthvað útskýri eitthvað dót eitthvað bara fyrir keppninu einmitt og þá sá ég Ice Cold was taken Iceland Gold þá ég var sendið ykkur og nú erum við hér. Já, nú erum við hér Já, það verður sko Stefán hefur mikinn áhuga að vita hvar fólk finnur okkur sko Já, bara til þess að geta gert meira til þess að fólk finnir sér meira sko. Einmitt það er einmitt, mér finnst það mjög áhugavert mér finnst það mjög skemmtilegt íslenska youtubera Já, fannst þér gott vídeo? Já. Ingi fylgdfélag ekki sko. Horfði mér að segja aftur daginn bara því að svona, það er svo gaman svona einmitt eins og Ég fíla það alveg Hvað? Það var bara eins og væri að deyja við að segja frá þessu Já, ég var að sopna, ég talaði svolítið hægt og rólega í því Já, í vídeóinu? Já. Það er bara cozy Nei, Það er bara, þetta er cozy. það er ekkert að treysta autofocus á GH5 sko sökka sko Þetta var ekki sem GS5 heldur sem hún notaði What? Nei. Víst Jú, ég notaði GS Aha. Það átti að gefa 5 sko. Sá það sko Ég öfundaði eitthvað alltaf þegar ég kefti hana 500 krónur er eitthvað Ég var að kaupa nýja myndar dag Já, Black Magic 6K já. Fórstu 6K? Já. Akkur ekki samt ef þú tekur 4K mini með minni sensornum þá getur þú fengið speed booster og þá færi samt wider angle og líka lower aperture Bara þurfti þess ekki sko Þurfti þess ekki, en alltaf nota 6K Já okay. Penegrandi og tekið upp á þetta Já Ég róa Geggjað Hún er Snill. bara sjúklega góð Við þurfum að fjárfestingar svo listur Já, bara það sem ég myndi freka fyrir GH5 eins og staðinu núna því að hún er miklu svona hittir bara kannski- vídeo skiljur Ég treysti þér með svona vídeohera sko, ég ætla ekki það að því sko Já, Black Magic er kannski aðeins Hún er svona einu skref Já. á ofar heldur en sko GS5 sko Sérstaklega líka því að þeir nota Final Cut það ekki Jú þá getur nota profilin hjá þeim hvað er hann sem frá Apple ProRes Já Það er líka ProRes í hinum sko DaVinci og sko Já, en Final Cut virkar miklu betur með því sko Ég get ekki klift samt efni úr þessari myndaðil í Final Cut Final Cut stiður ekki býra á fælinn sem kemur úr þessu Ekki? What? Þú Þannig að ég þurfti að downloada DaVinci Resolve Það er mjög gott fórið Já, 16, já, Við erum búin að fritt pröfa Mjög næs, color grading her en maður getur gert lött síðan Nú er allir hættir að hlusta, nema svona 2 sem bara, já, ég elska það Já, Ég er búinn að segja ykkur, sendi mig DM Hann er alltaf að reyna að fá einhvern til og að segja senda mér sér að ég er ekki einn úti sem er áhuga á þessu Shit sko, hann verður svo pirrandi þegar einhver sendar honum Ég er bara- Ég sagði þér að það er einhver Já. Svona fake account sem hann er alltaf sjálfur á. Já, nei, ég verð að hafa eitthvað svona nördahotn Óla eða eitthvað þetta Stefán er alveg eins sko Já. Er hann, nei Mér langar bara að fjalla þú veist Það bara, getur tala töluleiki bara Það er bara, það kemur kennst ekkert að eða, bara tímaflakk eða þú veist eitthvað svona róbota eða svona vélar eða eitthvað Þú varst að tala um þessu overtölu sem hann nefndi ekki að tala um Já, ég hljóð Það er einhverju hlaðvarpi Hvað það? Það er Google með overtölu Já, Já. sem á að vera bara eitthvað svona lítilega eitthvað Nei, Já, hvað? það var risa overtölu sem Google var með og við vorum að tala Já, um það og þú eitthvað að ég nenni ekki að tala um þetta En akkur voru þeir ekki í vídjónu Þannig að þú varst eitthvað þú Ingi og einhverjir 2 aðrir og að tala um eitthvað svona slúður Já, Þeir voru ekki in frame á YouTube Chase og Gunnar Já, Ég mun það ekki ok, ég er bara Við spáðið erum komin í mjög spesifik núna Ég þetta Sko, ef þú ert ennþá að hlusta á þetta podcast þá ertu löngu komin yfir það en að filter sko Þannig að þú ert örugglega bara ennþá að hlusta á þetta núna Hvað mennur Nei, að segja, þú veist, fólki hefur farið fyrir svona hálftíma síðan
Já, ef það hefði bara engan áhuga á þessu skilur. Já, þú meinar, já þetta er bara skemmtilegt. Já, ég segi það, Ég veit skilur. að Gunnar er hlusta, þannig að producer-vinur minn. Já Sjátt á þetta Gunnar. Ég Sjátt bara, Gunnar. hvað er eitthvað gaurandi? Hvað er það? Nei, bara benda á myndar. Sjátt Gunnar á þá sem er ennþá að hlusta á þetta. Ég er búin að koma öllu frá mér sem ég langar til þess að koma frá mér sko. Já, fyrir bara Þetta þetta. er bara spjall sko Gott spjall. Skemmtilegt spjall. Já, ef þú segja, gera eins og þú segir en að í þínu, ef þú ert komin hingað, kommentaði eitthvað blaður. Já, ef Já, þú það er ert komin sniðugt. svona langt, kommentaði bara ostaslaufa. Ostaslaufa, já. Ég var að brjóta saman þvott í gær Já, What? Og gerðist sæl. eitthvað? og var að hlusta á hlaðvarpið eitthvað með Silva. Gekkja. Það er gekkja að vita því. Og þá er ég bara svona, já, gaman svona að gera smá heima en árum að mæta í hlaðvarpið. Já, það er fun. Svo, ég ætla bara að checka hvort þú sem að gleyma einhverju. Já. Nei, já, við erum að gleyma þessu hérna. Hvernig fær maður áskriðendur? Þið? Ja, Hvernig fær maður áskrifundur á YouTube? Já, bara YouTube bara. Segja fólki bara íta á hann fucking subscribe takka. Bara subscribe, like, kommenta, deila, skilur, segja það bara. Virka það bara? Kommenta, Já. deila, likea, subscribe. Það er ótrúlega Subscribe sko, to Ice Cold. ef þú segir fólki að læka, þá gerir það. Nei. Ég læka Jú. örgulega, Þetta vídeó fær 50 like. Það er bara, já, ok. Já, bara, þú veist, ef þú ert að horfa hana endilega læka, subscribe eða eitthvað svona, fólk bara svona, já, ég vil til að læka þetta. Ef þetta vídeo fær 50 like, þá fyrir yngjúðu buksunum. Já, Hvað var það þegar afleitið ykkur? ég Hvað er var það þetta ekki í mörgleg? nærbúsum. Nei, það var komment. Þannig að það væri vesen, sko. Það var komment hjá ykkur. kommentuðu á. Þegar afleitið hárið ykkur. Já, hann vann. Já, það var ógeðslega. Það finnst, okkur afleitið þú líka? Þegar ég var bara, æ, fuck, ég gera það bara líka. Ég langar að prófa. Einar til ég borga með 20 skall fyrir að fá munkaklippingu. Frá munkaklippingu. Svona, þú veist, ekki raka hliðanar, bara skafa hausinn. Ég vil bara ekki vera með svona á netinu sko. Hvað ætlar að borga mikið? 20k. Ég var ekki sem 20.000. Hvað þarf það að mynda lengi? Bara klipp það bara, hvað minnur við? Nei, bara þú veist, raka. Þangað- Já, bara þannig að vexa aftur, bara. Þú ert bara með hliðan með það? Já. Ok, ég skal chippa í svona 10 skall. Já, sko, við erum konum með peningin, nú það að gera. Já, en ég vil ekki vera með það á kameru sko. Jú. Það er svo ógíslegt þegar eitthvað googlar Óli og svo bara mynda mér eins og eitthvað algjör baði hann. Svo bara setur Ingi bara þetta inn á Já. bara Instagram með sitt og allir. Svo er ég að sækja vinnu sem ykkur viðskipta Og hvað með það? Það bara satt bara að þetta var í fyndi djóki. Stegðum ekki munka, Fyndið joke. ekki hér. Þú veist. Þetta var Ekki á þessu vinnustöð. Ha? Nei, ekki þessu vinnu það. Já, Ég held þessu bara góður, sko. livestreamið oft, já þið geta oft. Já, svo. Ég er bara að svara Er- fyrir. Bottom line er basically bara við gerum bara það sem okkur langar að gera. Við erum Já, alltaf það bara Er það gert eitthvað sem Við að erum byrja að fara að vlogg? selja peysur Já, hvenær, hvað áttur? í Smárabíó, Hvenær? hann í september. Já, ok. Hvað ætlar það að segja? Þannig að hvenær ætla ekki að vlogga einhver meira? Er ekki Herri, það? það er vlogg væntanlegt sem Já. ekki verið að klippa. Nei, í alvegni. Já, Spennandi. Ég er andjör spennandi. við ætlum að fara í meira svona, ekki kannski alveg jafn langt og meira svona, þetta er kannski meira svona Logan Paul, David Dobrik stæl eitthvað. Já, Þegar ekki setja eftir vloggið? Það setið í vloggið það? Já. Komið sæður. ekki. Þessi? Segði eitt hlut í vloggið. Einn 1, hluti. 2 og... Subscribe. Ingi bestur. Já, komið. Ég er bara að taka ykkar tippina. Okkar tippi. Setlum Nei, oh my god. Subscribe. Já, subscribe. Já, eða segja subscribe. Notification skot, nei, hvað var það? Bellskot, nei, hvað var það? Bjöllugang. Bjöllugang, já. Ég er með bjölluna, er ekki alltaf? Ég lækaði mitt fyrsta myndband bara í þessu mánuði sko, á YouTube. Bara ever. Já, ég er búin að vera þar í meira en 8 ár sko. Hefur aldrei lækað Nei, vídeo. ég bara aldrei vilja að læka eitthvað sko því það Aldrei að horfa á svona skemmtilegt vídeo. Það er bara, Nei. þeir sögðu okkur að læka. Nei, bara, mér líður þessu einhvern veginn eins og alltaf ég er á netinu, líður mér eins og eitthvað sé að fylgast með mér. Þannig ég ger ekkert sem að allir má ég ekki sjá. FBI. Nei, veist, ég er svona, mér er alveg sama ef einhver myndi sjá allt sem ég gerir, skilur. FBI, open up. Það er mín. Herri, við ætlum að fara að enda þetta podcastin að ef þetta enda að hlusta eftir algjör mistari, sko. Já, Sjátt á Óla. mig. Já, ok, takk. Já, sjáttu Rúnarina sem með ykkur. Rúnar meistari. Ég Er verði Rúnar að búin að segja, koma í kameru? hann hefur sérstældi, alveg. Já, Rúnar, kott í Nei, kameruna. hann hvað- var í hvað- vloggi hérna allan á. Nei, ok, hann ætla ekki að koma. Hann er behind the scenes. Hann er svo... En ég verði að segja að þetta er eitt af skemmtilegast podcast sem ég tekið upp, sko. Já. Ég verði að Þetta- segja að þetta er bara skemmtilegt að podcast sem ég hef farið í. Já, saman hér sko. Já, vá, takk. Þetta var geggjað, sko. En 3 tímar. Já, 3 tímar? Nei, 2 tímar. 2,5 allan. Klippið Við erum þetta búin að eitthvað vera í- niður eða? Nei. Jú, eru glengt, hvað. Nei. Herru, takk hjá fyrir að hlusta og við setjum Instagramið þeirra og Ice Cold og allt það drast Takk fyrir að horfa á okkur. Og munið svo eftir peysunum í Smárabíó í september. Allir mæta Ég báði Fanta líka. Í bóði Fanta? Já, líka. Og Smárabíó. Þessi þáttur er í bóði bónus. Yes. En Besti bónus. Það er best.
þar. Já, allir mæta á þeirra viðburð og takk hjá það fyrir hlusta. Og subscribe og likeið núna, annars kem ég. Ástasleifa. Og skrifið ástasleifa í kommentin, þá vitum við að þið eru best, þá fáið shoutout. 10 skall. Þessi þáttur í boði Bónus. Í Bónus mikið og gott úrval af vörum á frábæru verði. Starfsmenn hér í Bónus alltaf tilbúinir til að hjálpa, þannig ekki hika við að spyrja, eins og þessi frábæri starfsmæður hér. Bónus tekur COVID-19 mjög alvarlega og þetta nóga spritti fyrir alla. Ef eitthvað þetta gjöf fyrir félagann, þá mælum við með bónuskortinu. Það hentar vel að stoppa í Bónus áður en leggur á stað í ferðalagi. Ef þú ert að flýta þér og ert með fár vörur, þá mælum við eindregið með að fara á sjálfsvægslukassana sem í flestum bónusbúðum.